Jæja, góð kvöld. Brís rafíþróttamót framhaldsskóla nema. Ég heiti Leo og með mér í kvöld eru Steingrímur og Aron, sérfræðingar mínir í Rocket League, Fortnite og Counter-Strike. Í dag erum við að fara að skoða þá leik FSU á móti tækniskólanum sem stórleikur. Þetta voru liðin sem voru í úrslitum í fyrra og ef ég maður rétt FSU hafi unnið það þá viðureign og núna þetta bara í rauninni svona leyni úrslita leikur í samt 8 liða, þannig að við gætum mögulega að sé eitthvað hefnd frá tækniskólanum í kvöld. Fyrir ykkur sem viljið vita hvernig formatið að fyrir bara hratt yfir þetta. Þetta sem sagt 3 leikir sem eru spilaðir. Það Fortnite, Counter-Strike og Rocket League. Það kosið hvaða leik byrjað í og fyrsti leikur Fortnite í kvöld, síðan verður það Counter-Strike og endum á lokum í Rocket League. Ég veit ekki í rauninni hverjir völdu hvaða map en það kemur svo sem bara í ljós eftir við byrjum. Í senastu útsendingu vorum við þá með FSN á móti FH og FH vann nokkuð sannfærandi. Heldur betur sannfærandi. 3-0 bara sweep í rauninni. Hvernig fundist ykkur leikarnir í senastu viku? Bara sáttir með hvernig þetta fór? Já, FH bara sópuðu þessu. Já. Fökkuðu sér bara saman sko. Líta nokkuð samfærandi út fyrir að vera seed 1. En þá alltaf sjáðu töfluna hérna hjá okkur. Þá þetta komnir í lið 2 tækniskóli FSU. Tækniskóli með herra seed? Þetta seed sem sagt 4 og 5. Þannig þeir alveg, þetta ætti að vera bara mjög tæft upp á viðuregnir að gera hverjir þá að fara að taka þetta hérna og síðan fyrir neðan sjáu þið þá væntanlega seed 2 og 6 og 7 og 8 eða eitthvað svoleiðis í því allavega. Erum við eitthvað búin að skoða sem sagt hverjir að spila fyrir hvaða leikmenn fyrir hvaða leiki? Nei, ég var ekki með svo nöfnin. Við erum ekki enda búin að sjá nöfnin eins og en allavega mjög spennti fyrir því þekki þá ekkert endilega, það verður ekkert komið í ljós sem sagt einhver stór nöfn eða eitthvað í tækniskólanum hann Jón eða eitthvað svona. Ekki öll stór nöfnin bara í FH eða? Jú, basically. Ánga nú að fá að nefna hérna í FSU, það náttúrulega Nósi. Já, okay. Hann að spila í kvöld? Ég veit það ekki. Þetta fara að vera happy surprise ef hann ég meina góður Counter-Strike spilari, level 10, face it, þannig að ef að það staðan þá náttúrulega kemur ekkert óvart að þeir eru alltaf með góðan in-game lítir alltaf fyrir þá viðureign sko. Alveg 100%. Alveg 100%. Allavega fyrsti leikur verður þá Fortnite hjá okkur í kvöld. Formatið bara sama og var í seinustu viku. Það þá 3 á móti 3 í einhverju litlu þröngu rými. Einhverjir byrja á jörðinni. Þeir byrja að byggja, gera sér tilbúna, síðan koma einhverju fljúgandi þarna inn, tilbúnir í hasar og þetta þá 12 fyrstur upp í 12 rounds og síðan Counter-Strike bara best of one, það sem hefur vetuað upp á hverjir byrja í hvað mappi byrja, síðan bara hnífað upp á hvor helmingurinn það og þá bannað 6 map og 7. mappið þá spilað og í Rocket League þetta ekki bara 1 map? Jú, þetta bara þetta allt bara útlitslega eitthvað svona? Þetta bara 1 kort, 1 völlur í rauninni sem spilaðar og svo þetta bara hver best of 3 sko. Akkurat, en með okkur erum við hérna með litlu bangsan okkar og Oat King bóði í kvöld. Þetta Fortnite, gerir ég ráð fyrir Kageyama, Tiss og Tofu fyrir þá tækniskólan og fyrir FSU HK Peponga og Vafkian Goggi Gruggari og súkkulaðisnúður. Ég þekki 2 nöfn í FSU. Okay. Það Peponga og súkkulaðisnúður. Þeir eru að tala einhver svona árangur á íslenskum deildum eða bara hafa verið svona látið sjá sig? Þeir eru báðir í elskudildinni sko. Svona einn fyrir miðja deild trókar. Já. En mjög góðir sko. Ok. Það það búið að taka díðan. Hann skipti því bara right now. Já, þetta var, ég tókst þetta, ég sleppti að segja þetta. Ég var svona átti ég að vera hann en ekki þetta skiptið en eins og staðinu núna þá bara erum við að bíða eftir að liðin eru tilbúin þá bara gefa ykkur svona létta viðvörun spectator wise þá erum við bara ná að horfa 1 leikmann einn skiptum á þetta third person view og já, það svona third person view þar sem að þú sérð ekkert endilega rosalega vel hvað í gangi en þetta hratt að gerast og verður mikið hasar þannig þið bara fylgist vel með því og hvað segir þið strákar? Hvernig eru þið stemdir fyrir þá þessu kvöldi? Bara fínt sko, þetta ekki bara nokkuð jafn leikir nema held ég núna í Fortnite sko. Já, að því núna sástu þarna Peponga ég sá line-upið og já Goggi Gruggari, hann ekkert eðlilega góður í ég held að það sé brekka fyrir hérna
tekniskólan sko. Já, akkurat. Einhvern veginn gruna mig nefnilega að það hafi verið FSU sem völdu Fortnite. Sennilega, Já, sko. og þá, ef við vitum að, sagður að Ice Snoosi var í FSU samt. Kemur bara í ljós eða því bara? Nei, en sagður að hann væri úr skólanum. Hann er nemandi. Er hann nemandi í FSU? Já. Já, ok, einhvern veginn hefði ég haldið ef hann væri að spila, þá myndi þeir örugglega taka Counter-Strike. Það myndi svona frekja það í gang, sko. Hvernig er það samt, ef hann er hann í CS liði eða? Þú veit að beint í eira, maður laggar alltaf þegar maður fær svona eira, maður svona frís. FSU valdi Fortnite segir. Frís, er það pun intended? You know how it is. Já, ég var reyndar ekki svona gáðar að fatta þetta, en gott að hafa því til að benda þetta út. Hann sagði þá að FSU er þá með Fortnite og þá gerum við ráð fyrir að tekniskólinn sé að pakka einhverju alvöru liði þá fyrir Counter-Strike. En ef við þá ekki bara farið í eitthvað svona spátum, hvernig haldið að viður eignirnar farið? Ef við erum að tala bara overall áður en við byrjum. Fyrst, þetta er náttúrulega bara fyrstur upp í 12. Ég meina, er þetta ekki bara svolítið skemmtilegt eitthvað 12-8 eitthvað fyrir FSU eða eitthvað? Bara Já. af því þeir völdu Fortnite. FSU taki Fortnite. Já. Ég held að við séum sennilega að fara aftur í nokkuð samfærandi FSU sigur sko. Mér líður eins og ég sé að underestimate þetta Tofu og Kageyama sko. Þetta eru... Þú hefur góða hluti. Ég veit góða hluti þessa stráka, þeir eru ekkit eðlilega efnilegir í, ég ætla að segja tekniskólinn, bara til að vera á móti straumnum hérna. Já. Og Counter-Strike, ég meina ef Ice Snoosi er að spila þá hann eitt getur galdraði, með 1 level 10 leikmann á móti kannski ykkur sem er ekki einu sinni basic level. Já, ef við erum að tala bara Gold Nova 3 eða DMG eða eitthvað þannig, þá hann einn í sjálfum sér getur galdraði örugglega rosalega mikið. Já. Þannig núna er ég bara mjög spenntur að sjá hvort að hann verður að spila fyrir Counter-Strike. Og ég ætla að setja það bara þannig að ef FSU er með hann þá taka Counter-Strike líka, kannski. Ég held að fyrst að tækniskólinn er að velja Counter-Strike, þá held ég að þeir séu búinir að vera svolítið að undirbúa sig og séu búinir að vera að æfa kannski einhver entry og eitthvað svoleiðis sko. Ég held að það geti verið að sjá góða smóka og góða fragga. Þú ert að tala basically bara eins og FSN var í seinustu viku. Já. Þeir komur rosalega vel undirbúnir fyrir það og ég vona akkurat að allan metnaðurinn með að við fyrstu vikuna virðist vera frekar hár. Já. Að fólki er greinilega að fara á servera og það er ekkit einn maður að henda þessu smókum. Þetta er liðið. Þegar við erum að tala þetta eru 3-4 execute smókar, þannig að það er ykkur búin að vera farin á server og kenna og executein góð. En nú er bara spurning hvort að það haldist á þverti við línuna, hvort að það hlýtur á einhverjum tímapunkti að koma svona aðeins minni metnaðarleysi í kannski leik sem þú ert ekkit kannski ykkar sterki leikur eða maður hugsa það þannig sko. Við sáum FH samt ekkit vera að vinna með svo smók og feiluð á rosa mörgum sko. Þeir voru, ég væga sagt með svona tæpara utility heldur en FSN, en voru greinilega með töluvert betra svona individual talent ef við erum að miða við það, miklu hittnari og maður sá það akkurat svona inn á serverinum að þetta var FSN kannski með svona 2 leikmenn sem voru vel á pari við alla FH og hinu svona aðeins eftir á, svona smá svona þyngd. Já, ég meina þeir gátu búið samt til flott entry og flott strött og þú veist, sem maður kannski segir svolítið meira til kannski þarft ekki, þú þarft náttúrulega góða leikmenn, en þú veist, ef þú ert með leikmennina sem kunna spila saman og kunna gera þetta, þú veist, þá kemst það ótrúlega langt, sko. Algjörlega, og við tölum akkurat það þá að það var svona smá mótvindur sem kom þarna eftir fyrstu 4 rándin og hvort að það akkurat hafi slegið á. Sem er ekkert ólíklegt. Þetta er náttúrulega í beinni útsendingu, þeir vita það, kannski fjölskylda og familja að horfa og taugarnar þetta tekur á og það er ekkert allra að geta bara að fara á fyrstu útsendingu kannski og alltaf Nei, ég er bara margir úr skólanum sennilega að horfa sko. Akkurat. Það sé eitthvað samkomið upp í skóla núna veit ég ekki skilur. Nei, akkurat, þú breytist ekki bara í simpul á einum degi sko. Nei, þetta er svona góð æfing fyrir þá akkurat, svona framhaldsskóla nemar, þetta er akkurat svona á tímapunktinum hans sem þú byrjar að detta inn í svona alvöru keppnisinu á Íslandi, þú veist, þú ert að vera svona 18-19, þá ertu svona alvöru byrjaður að verða nógu góður til að keppa móti þessum reyndu meiri spilurum. Nákvæmlega. Og maður er svona með augun kannski opið akkurat fyrir þeim leikmönnum, sjá hvort maður sér eitthvað svona alvöru talent. Nákvæmlega. Og eins og staðinu núna erum við mest búin að sjá það í Fortnite alltaf í senustu viku. Ég svona leita meira eftir CS. Já. Og náttúrulega Rocket League
augljóslega, það eru náttúrulega voru frábærir í Rocket League og voru bara akkurat topp 5 spilarar í Rocket, eða ekki? Einmitt, bara úrvalsdeilda lið. Akkurat, já, bara við erum að tala um nummer 1 þá. Já, svona nánast. Já. Bara í topp 3 alveg, klálega, sko. Ok, hver er the GOAT ef við erum að tala um? Í Rocket League Ísland. Ekki segja ég. Þú varst líklegur, ég sá glampan í auganiðinu. Það var svona smá glampi að þú vildi segja þetta. Nei, ég myndi segja stórt spurt, ætli þessi ekki bara Emil Valde eða eitthvað svo leiðis. Já, ok. En kannski akkurat, ég er kannski ekkit nógu relevant Rocket League enthusiast til að vita nákvæmlega þá en maður svona, hefur augum með. Er hann nógu gamall til að vera í þessu móti eða? Já, ég held það. Já. Það eru samt alveg eins og í Counter-Strike sérstaklega, þá eru alveg strákar sem eru undir 20-aldri sem eru mjög efnilegir en maður er ekki ennþá búin að sjá þá detta inn. Þannig að við erum að tala á þríspinnur? Já, við erum ekki búin að sjá til dæmis eins og við erum að tala í Vega er Rex til dæmis, hann er 17 ára og síðan ertu með Blikk og ykkur mjög... En eru þeir ekki bara fókus á náttúrulega ljósleiðradollinni í gangi? Já, þessi strákar með ego, sko. Já. Þeir geta fengið sviðsli og sá sig á meðan þá bara... Það gera það, sko. Já, alveg klárlega. En hérna erum við komnir þá með núna liðin hjá... Og fyrsta rafn sem ég sé hérna í... Æsnósi, hann er að spila fyrir FSU. En ég er svona að reyna að skoða hérna út með hvað Tix Hypo, Tófugs, KD, Frostfire, Elisan, væntanlega einn á bekknum hérna og síðan Halli, Sveitturseppur, Æsnósi, Kassi og Blankit. Og í rauninni eina nafni sem ég þekki úr senunni er Æsnósi. Ég veit samt ekki í hvað deild hann er að spila. Hvort hann sé í fyrstu, annari, þriði. Veistu hvað lið hann er? Ég hef ekki hugmynd, sko. Hann er alltaf ekki í úrvalsdeildinni. Nei. Ég hef ekki séð hann þar. Getur hann ekki verið bara í annar deildinni eða eitthvað svoleiðis, bara í deildinni fyrir neðan eða eitthvað? Jú, þú ert eiginlega með í Counter-Strike, þú ert eiginlega með leikmenn, þú veist, level 10 leikmenn alveg niður í 4., 5., sko. Þannig að þetta er alveg... Counter-Strike sem náttúrulega er svo stór. Þú ert með svo mikið af leikmennum sem að, þú veist, hvað segir maður, hæfileikarnir eru svo gífurlega miklir. Já, og líka bara sérstaklega sem er leikmenn úr gömlum liðum eins og Drake og eitthvað sem voru að spila hérna í 4. deildina og þetta voru leikmenn sem á einhverjum tímapunkti voru bara kóngar í Counter-Strike. Þannig að vissulega mjög erfið sena til að komast inn í. Þú ert að koma kannski nýrinn með 2 ára reynslu og síðan ertu kannski að spila með á móti einstaklingum sem eru eins og út Drake og öðrum þessum liðum sem eru kannski ekki endilega hittnustu leikmennir í dag en höfuð þeirra er eins á sama stað. Það er náttúrulega áhuga manna til líka þarna. Algjörlega. Góður status að byrja á. Já, og það er líka bara, við tölum bara um það að hvað þetta er búið að vera flott nýlega bara með mót og deildir sem eru í gangi. Já. Þú ert með frís, þú ert með úrvalsdeildir í Counter-Strike sem fer alveg niður, það eru margar deildir í gangi, það er War-mótin, stórmeistaramótin, þú ert með Valorant-deildina, kvennadeildin í Valorant sérstaklega, frekar stór. Rocket League-deildin, þú ert með Fortnite og PUBG núna að stíga upp frekar mikið, margir CS-spilarar sem eru í báðum, taka Fortnite, að taka PUBG og taka Counter-Strikein. Ég var að keppa í PUBG daginn. Já, þú mátt endilega bara go nuts, útskýri fyrir mig hvernig þetta er. Þetta er ykkur 12-13 lið núna sem eru svona... Þetta voru, held ég 14, 15, 16 lið að spila. Núna senast? Já. 16 lið, það er eitthvað 4 væntanlega þá. Það er 4 hverju liði. Já. Og bara mjög skemmtilegt, sko. Þetta er rosalega hátt keppnistig. Þú ert komin í 4. hring og það eru ennþá 60 eftir á lífi, sko. Já, ok. Þetta er, þú veist, við vorum að 4x16, þetta er ekkert alveg endalega fullur server, en svona nálgast það. Þetta er svona 66 leikmenn. Já. Er eitthvað hraðar í það minnkana hring eða er það bara sama? Hann meiðir aðeins meira. Já. Þannig að þú þarft virkilega að hafa fyrir því og þú græðir mjög mikið á því að vera komin inn í hring og vera búin að taka það góða stöðu, sko. Já, ok, já. Sem þú þarft svolítið að gera, annarkvort er það að spila miðina eða þú einfallega spila bara með bláasonu og kemur inn. Er það ekki yfirleitt nokkurn veginn metan yfirleitt í þessu leikjum er svolítið að edge
svona henda þarna, vera bara á köntunum og reyna að forða sér mikið á fætum þá getur þú virkilega þarft þess það er rosa mismunandi sko. Já, þú ert náttúrulega ekki eins að hundsa á þá sem eru þarna í PUBG og þarna sinni þetta eru bara gæjar sem vilja bara skjóta sko. Ég get að límynda mér þeir lendi bara í heitasta svæði sem þeir finna og bara, er þetta ennþá, þú veist, hvað mapp er í gangi núna? Er þetta original mappið sem var hann gælir inn í þessu, svona, þú veist, Miramar og Taigo og eitthvað svona, þú veist, alls konar sko. Já. En er þetta almennt þannig í PUBG að þú fær meiri skaða á stormunum eftir hvað maður gerir eftir það? Nei, það fyrir henni bara fyrir ekki eftir hvaða hringur það er? Jú, stígun og það er fyrsta stíg, annað stíg, þriðja stíg, fjóra stíg, þú veist og hann meiðir alltaf meira og meira sko. Já, akkurat, maður þarf eitthvað aðeins að fara að rífa í PUBG þegar maður mann alltaf á tímabili þegar PUBG bara kom út yfir höfuð og hann tók bara yfir hann nánast draf bara allar senur á öllum leikjum á landinu Counter-Strike senan í eina skipti heldur sem ég man eftir bara síðastliðin bara 10 ár þar sem þú var í hættu var þegar PUBG kom út þú sást allt í einu bara eitthvað 30-40 lið á þeim tíma að spila síðan sem allt í einu var þetta bara eitthvað 8 þá voru allir bara PUBG er framtíðin og það var aldrei þannig séð fyrir okkur framtíð í PUBG að því að þú veist það var ekki ennþá búið að developa nógu gott svona e-sports svona keppnisformat á þeim tíma þannig að maður veit ekki eins og hvað maður var að gera maður var bara eitthvað að kera bíla og skjóta fólk og maður fannst það bara ógeðslega gaman með vinnu sínum skilur og þetta er það náttúrulega Battle Royale er svona erfið e-sport sena sko algjörlega, þetta er ekkit almennt rosa spectator friendly eins og við kannski munum komast að með Fortnite að eftir Já, sko til þetta en það er náttúrulega, þá erum við að tala líka 100 liða hérna, er þetta ekki inn á server? Nei, við erum með sér svona 60 spila á server sko En hvað er allir þessi krakkar sem spila Fortnite? Mér líður allir spila Fortnite ekki nóg til að góð spurning sko svaraði nei, akkurat þannig að spurning hvort við getum mögulega fengið líka hérna line-upið hjá Rocket líka upp hjá okkur víst við erum með hann Stengrím hérna hjá okkur það er hérna veit ekki alveg hvað er í gangi en við erum að horfa okkur skjá með fyrir möppum en þangað til þá erum við í rauninu bara að bíða eftir að Fortnite rjúki í gang og sýnist á Ancient ætla að vera þetta var svona mjög subtle leið til að segja okkur að Ancient er mappið í Counter-Strike sem við spila sem er líklegast ekki mapp sem ég bjóst Ég bjóst enga með við Ancient Nei, þótt að ég er mjög hrifinn af Ancient þetta er skemmtilegt mapp, gaman að horfa, rosa mikið hasar í þessu mappi en líka ekkert svona rosalega eitthvað mikið CT eða T-sided í rauninni Nei, þetta er allavega klálega ekki CT-sided þetta er það ekki En þetta er ekki overwhelmingly T-sided Nei, þetta er ekkit Anubi sko þetta er klálega ekki það slæmt sko þetta edgear örlíti kannski þú veist, við erum að tala kannski deildinu okkar á myndi þetta edgear kannski örlíti yfir á en oftar en ekki fyrir þetta bara sem við getum liðunum sko Ég segi það Kannski góða entry að þú ert með og yfirleitt er þetta þannig að því betri entry að sem er því lélegri þeir í shit og alltaf gráðir og selja sig ódýrt og er kannski ekki alveg jafn þolimóður sko. En ánægður samt að sjá að Ancient er inni og grunar að Ég bjóst meira við að þetta yrði, þú veist, ég tölum síðast, þetta yrði alltaf bara Mirage, Dust Cobblestone Já, ég veist minn Þú ert að tala um konung Cobblestone í sinni sko. Besta mappið, elskaði Cobblestone það var mikið spilað af mínu Ég var næstu því búin að senda svona 3-4 reið e-mail sko fyrir að það tekið út Já, og hefur ekkert komið inn aftur og það er mjög langt síðan það var tekið út þegar ég var aktiv seinast sem var fyrir 5 árum sko eða meira og þeir hafa bara ekkert komið með það inn aftur og mér fannst það frábært mapp Geggjað Gaman að spila, sérstaklega eftir breytingarnar og droppið og var komið svona góðan langan bjegang og eitthvað en í staðinn fjáum við þá bara Ancient við grátum það en gaman að horfa á það allavega og verður að öllum líkindum mikill hasar í kvöld spurning hvort að strákarnir í útsendingaherbygginu heyri í mér hvort að það sé hægt að fá Rocket League hérna upp hjá okkur við bíðum þeir hlusta aldrei á okkur fljótandi heybaggi líka svo fyndir alltaf þegar maður byrður eitthvað inn maður heila svona skvaldur þeir eru að tala um eitthvað geggjað þeir eru að ræða vetóið og eitthvað pottið frístengt svona engar áhyggjur okkur samt það er bara ef að hlusta ekki á Hvernig haldið þið samt að Counter-Strike leikurinn fari? Með þetta line-up, þú veist ég meina ef við erum að sjá ef við erum að averagea ílóðið hjá öllum sem bara svona fínir síðspilarar og Ice Nose on top það er sem ég er að hallast að sko
Ice Nose held ég nógu góður til að því við getum alveg gefið okkur það að þú ert ekki að fara að vera með alla leikmenn á háu-leveli. Nei. Það að fara að vera veikilhekkur í báðum liðunum og þá eiginlega bara spurning sko, ef að þú ert með eitthvað að para við Ice Nose í hínu liðinu, þá þetta bara hver nær að nýta sér veikleikana betur, af því klálega í öllum liðum eitthvað veikur hlekkur og þú eiginlega reynar að brjóta þann hlekk niður til að opna sites og entry og koma sér hraðar inn sko. Já, þá snýst það líka bara hvað betri in-game leader sko. Algjörlega, lesa leikinn hraðar og síðan akkurat nota þetta firepower sem að þessi spilarar hafa fram yfir hinna leikmennin og akkurat búa til þessu opnanir sko. Ég held þetta verið svolítið skemmtilegt ef að liðin hafa líka verið að spila á einsend að vera með, þú veist, þetta býður upp og rosalega skemmtilega að smóka og antifrags og eitthvað svoleiðis sko. Já, ég akkurat svona pæla Ancient, já, set smókat eru tiltala einfaldir akkurat á B-nu, þetta basically, þú getur bara winga þetta, kasta bara smók, hendi bara eitthvað cirka bát í áttina og þetta að fara að lenda sko. A-smókat eru töluvert erfiðari. Þeir eru erfiðari en þegar þeir lenda þá eru þeir rosalega flottir sko. Akkurat, þessi donut-smókur alveg mjög mikilvægir akkurat þegar þú ert að taka þetta A-take og CT-smókurinn sko. En jú, ég get alveg gefa okkur og líka mitt Red Room smókurinn mjög krúsjál að því þú metan í dag í Ancient akkurat doppelmolli, tvægrenur, smókur, hoppa á glugga, eða þú veist, það heitir ekki gluggi, en þú veist, kallar þetta glugga og reyna að skjóta niður leinið, sko, og það bara, það virkar bara og ef að heitlið veit ekki hvað að gera gegn því, en þá notar akkurat þennan Red Room smók til að isolata og reyna að keyra í gegn smókamólan, hlaupa út, flassa og reyna að counter þetta, en maður sér oft bara eitt liðið ná eiginlega bara að dominata með öðru hvoru. Þetta byrjar alltaf svona head-on battle, eitt byrjar að molla og stöffa, hinn reyna að countera það og síðan tapar eitt lið, reyna þetta aftur og þeir tapa aftur, gera þetta aldrei aftur, reyna aldrei að reteka þetta, þú veist, þá bara myndin gefins og þá ertu komin bara með miklu erfiðari leik. Þá þetta bara, þú veist, bara við, þú vilt ekkert fara að midda þegar þeir eru bara alveg gjörsamlega bara að kæfa það, sko. En ég svona hallast það eins og staðin núna, FSU, miðuðu bara nafnin, eða nafnið. Nafnið. Ég ætla ekki að láta eins og ég veit ekki hvað allir hinnir heita en. Já, en þess að staðinu núna, það var bara styttist í Fortnite-leikinn, það vantar 2 inn á server, þeir svona hægt og rólega tínast inn og staðan bara þannig að við byrjum á CS. Ok. Svoleiðis. Já, spurning hvort að eitthvað hefur breyst. Við erum alltaf síðan þess að fá að vita eitthvað. Við erum on the flight. Grátum það ekkert, sko, við bara... Ef eitthvað þá ég bara ánægður með það. Já. Það Counter-Strike full of fun og líka smá biased kannski, svona pínu. Það getur það, já, pínu. Ég ætla ekki að láta eins og ég sé biased, neitt. Já, en þá það bara geggjað. Þá dettum við ykkur að hnífa á öllu líkitum. Var það þannig náttúrulega í seinustu viku, þannig að ég gerir ráð fyrir að það haldi áfram og í rauninni skiptir engu máli þá. Hver tekur hnífana? Nei, ekki á þessu mappi, sko. Nei. Ekki eins og Miras, nei. Mér finnst líka alltaf gaman að sjá þessi nix sem í gangi. Fólk leggur yfirleitt rosalega mikla vinnu. Blanket. Það svona, ok. Kassi. Akkurat. Og svona, ok, sumir eru aðeins meira svona sveittur sveppur. Ok. Halli. Svo bara Halli. Já, bara ég Halli, þótt að vita hver ég er. Þetta Halli. Svo erum við, sko, Frostfire. Já, þannig ertu komin akkurat í svona aðeins meira svona, ykkur hefur þurft að hugsa, hann hefur verið með höfuð í bleiti í ykkur 3 vikur, labbað út af sig ykkur klaka og verið bara eitthvað, hvað bræðir klaka? Fire, Frostfire. Og síðan alltaf 50 inn, ég veit ekki, 050 meira þess að, var svona, ég vil fá vita hvað þetta er. Eru bannstrykkin sikkur með nafni 9XX? Bannstrykkin sikkur með við Hypo? Já, akkurat. Þetta var mjög mikið, þetta var alveg svona, fólk reyndi að spæsa upp nöfni. Er þetta 9XX? Ég nefnilega veit ekki. Þetta... Akkurat, já. Það var þeng. Síðan alltaf veitum við eins og Aron Ólaf sem var fyrrum framkvæmdastjóri Rísi. Hann var með lið sem heit GGRN og þá voru þeir með svona ranking system og þá hérstuð, þú veist, GGRN, nafnið og síðan var sem svona stjörnur fyrir aftan eftir hversu hátt. Svo var með spæla. Það var máli sko, og með 3, það var svona general í GGRN sko. Og þetta var rosa mikið í 1.6 á þeim tíma og fólk var alltaf að reyna að átstæla með bara sko töggunum og það var, þú veist, svígað inn bandstrik, 2-falt band, síðan kom logoið og síðan kom eitthvað annað og fólk var bara eitthvað
fólk hélt náttúrulega að þetta væri bara þá nóg til að fá þig til að joina liði, bara ég þarf að vera með nóg cool, skilur tag en, og núna nöfnin orðin náttúrulega miklu frumlegri að því CS til dæmis búin að vera til í hvað, frá 1999 Jú, kemur það ekki fyrsti Jú, og maður ennþá að sjá í dag eitthvað gæja skýra sig bara eitthvað þú veist, ég veit það ekki Blip eða eitthvað og fólk bara eitthvað hey, það var gauðir sem hétt Blip fyrir 20 árum breytt nafn og núna fólk bara eitthvað Blip 2021 eða eitthvað svona að reyna að þú veist, það bara ómögulegt að koma við nikk inn í svona djúpa senu að þá sér maður akkurat Frostfire 050 að því það var eina sem var laust eins og þegar maður fór í World of Warcraft og allt eitthvað not available, þú bara eitthvað not available name fyrir að skrifa alltaf þá getur þú lendir á einhverju sem actually enginn hefur einhver tíma að nota sko. Þess vegna skil ég alla mína karaktera bara á íslensku af því það var ekki tekið. Nei, akkurat og hvað gerir maður þá þegar það er tekið? Það er bara shed a tear og sér maður bara svarkitu Já, maður bætir svona eitt fyrir framann eða setur greini, setur 2 N eða 1 eð eða þú veist, eitthvað þú veist Já, akkurat, maður sá það rosa mikið Herðu En loksins komnir in game og þá byrjar þetta væntanlega, þau eru svona með byssur þannig að hnífarandið á öllu líkindi bara búið og eða hvað, þetta er einnan út þeir ætla að gera okkur þetta núna Mér sýnist líka Elísson að hafa komið inn á bekknum Já, hann er inni og hvað, Peter Zhao Zork Club Herðu, gerast hérna strákar þetta er ekki í lagi Nei En við sjáum tactical timeout koma þér út, það datt einhver hérna út úr, ná að giska hver það var. Halli? Það ekki? Nei, er það ekki Blanket? Eða Blanket, þarna fór næsti maður. Það fer eftir því bara hver er sorglöf. Ok, en sinja hérna niður, hægri vinstri. Voru að rejoina sínist mér Bergsett, HK47, ætla ekki Hallis í HK47? Við gefum okkur H&H. En miðað við þetta, FSU, þá byrja sem CT og tækniskólinn á TER. Það var bara spurning hvað þetta var. Það er tækniskólinn, hafið þá tekið nývarandi? Ég er það sem ég grunar. Eða þú veist, ég veit hvað vitum við maður? Sko, þú veist, undir meiri segja í möppum eins og Anubis sem er bara heavily terrorist-ættið mapp. Og sem var samt fólk alltaf velja CT og það er einhvern veginn held ég bara upp að þægindar Mér finnst það miklu þægilega að spila CT á einsitt heldur en terrorist Já, en það er akkurat það, ég held að þetta sé bara svona komfort að fara bara í CT, jafnvel þó að hinn helmingur ætti kannski að vera mögulega en ég meina þetta er ekki þannig að þetta skipti máli held ég Já, þetta er núna líður mig bara eins og við sé að stríða okkur sko Koma inn, fara út Við sjáum allavega sponsorinn okkar hérna, Elko, Oat King. Við erum með nóg Oat King hérna allavega. Já, ég er frá að smaka þetta þér. Varstu ekki búin að smaka þetta senast? Nei, það varst þú bara. Við ætlum að hafa svona live ASMR feed af þér að geta Oat King, þangað til þú klárar. Hann er bara að byrja. Hann er að byrja. Say no more, sko. Já. Þetta er alltaf gerast. Hvað smakaði þú síðast? Hvað, einn var Choco eitthvað og hérna var með karamell eða ekki Ég kík ekki bara á þetta Þetta er byrjað Ég held að þetta sé hnífarandið, já Við erum að fara bent hitt í hnífarandið Já, ok, Choco karamell Það var það sem ég lá Hnífandi byrjaðir, tækniskóla byrjar aðeins betur En búin að jafna FSU Þínu Herðu Já Knife comeback FSU tekur hnífarandið hérna og með grunar þeir haldi þessu bara Já, alltaf ekki Jú, en við varum að giska allavega Jú, þeir halda FSU, þá byrja sem counter-terrorist tækniskólinn í TER og við erum öllum líkindum pistol round að fara að sjá kannski bara heavy B einn aftalega mid einn aftalega A kannski, jafnvel í donut bara Já Ég held að þetta verið bara A Alveg í gegn Já, ég er að tala um þá CT hérna, sko Já. En það kemur hérna, sínast það kemur setsmókur fyrir rauða flassi yfir Reyna að selja þessi mitt En jú, þetta er með þess að 4 B1 mitt Á
og þeir róteta strax af þessum upplýsingum af smóknum í rauða. 3 búin að keyra inn á A og hann eignar selja í Donut og þeir eru byrjað að fatta þetta. Búin að róteta og tækniskólinn komur hérna upp. Gott entry líka. Já, Sveintur fljótur að svara þarna með 2. Já, Fibber Deffi vita að hinn var seint í baki. Þetta var samt að steldi feikið og kassinn loka bara á það. Flott round, Sveintur líka með góð 2 kill þarna til að hægja á þessu rössi. Seldi svolítið ódýrt hann í byrjun og rótið strax en Sko, já, svöruði fyrir það. feikið var gott sko. Já. Þeir voru nefnilega, það voru bara 2 þarna og mjög mikilvægt í rauninni fyrir Sveittan að hafa náðu þessum 2. Því hefði hann fallið þá hefði sætið verið farið með honum. Gott retake í rauninni. Algjörlega, þetta var bara mjög flott. Og í rauninni það flott að ég svona, við erum með öllum líkindum að sjá aðeins betri síðastlið. Tæknu alltaf að forsa. Og ég ætla ekki að segja strax eftir 1 round, en ég hef á tilfinningunni að Mér sýndist það strax á mekanismunum. Já, það er sem ég var að hugsa líka. Mollin bara beint inn í smókinn það. En retake kemur hérna inn. Já, ná plantinu og þekkst bara með yfirtölu eins og fastir í Donut fyrir aftan smókin. Þetta getur verið svolítið erfitt retake núna. Já. Sjáum, eitt færa sig samt yfir á CT og eitt að koma í kirkjuna. Æsnjóðum með kill, en tekir leið, rýfrökkinn. Já. 3 á móti 2 núna, hákomi lítið í líf, en já, mjög sannfærandi retake. Já. Allir 3 lágir, en þeir ná að halda byssunum. Tekniskólinn forspæðir í þetta round með mark 10 og leit bara mjög promising út af það í byrjun. Ná að halda einn M49 og Timmu famast, það er alveg nokkuð sterkt sko. Já, algjörlega. En þeir með þessu forsjörn aðeins var að geta dýrt fyrir þá, en ansið dýrt fyrir sjálfsagt líka. Já, það sem er skemmtilegt með nýja economy systemi í Counter-Strike er náttúrulega að second round buy eftir að þú nær planti er ekkert rosalega. Þú getur líka keypt jafnvel þú tapar með Mac 10-nar. Ekkert frábært utility á það, en ef þú ert með eitthvað svona skemmtileg mög eins og Ancient, þá oft kemst upp með það. Hérna sjáum við bara hratt B, hratt push, HK47 með fyrsta. 2, nærna 3, nei. Æsnúsin er hinsað upp 2 úr cave. Já, þetta gekk hratt fyrir sig. Þetta er vel út af þessu. Já, maður er strax alveg HK47 alveg að hitta líka. Já, maður sé strax alveg bara gæða mun, sko. Já, alveg klálega. Núna kemur loksinn fyrsta svona alvöru bærándið fyrir tekniskólan. Og spurning hvað er inni að gjaldra fá sig, en þú sér aftur rauðasmokkin koma hérna. Það er alltaf að taka mittana, þeir eru molla, double molla og grena. Elisan bara tekur þetta. Hann segist vera ónæmur fyrir eldi en var það svo ekki. Hann líka bara satt í þessu. Já. Peter Sá reynir hérna að molla það út úr cave. En Kassi fer bara út og tekur hann. Þessi er komin með AK-in hérna. 2 fastir í rampinum. En Ínist FSU vera bara með góða hugmynd hvað eru. Æsnúsi tekur Tix hérna. Og núna er þetta á Zorglub. Okkar maður glúb. Er þetta bara spurning að halda AK-inu? Ég held það. Þeir eru svona komið með ágætist loser bónus, sko. Hvort að það sé nóg til að þeir kaupi hvort sem er. En nú held ég alltaf að rabba hérna til að ná AK-unum. Þetta er leiðilegt crossfire. Snöggir í þetta. Já, náður svona einu með sér og gerir þetta aðeins stýrra fyrir þá. Núna 3 AK-ar samt í FSU. Þetta er... Þeir þurfa að gera eitthvað hérna. Þú sérð allavega 1, 2, 3 AK að koma hérna frá tekniskólanum. Þeir ætla bara að kaupa í þetta. 4 AK núna. Þeir verða að gera það. 3 AK og 1 Galil, eða ekki? Þetta er Galil hana næsti. Já. Já, 1 Galil.
Æsnúsið hleypur í cave hérna næra frakkinu, já, gerir það. Elísan aðeins ekki að hitta skotanum hérna. Tofu komið með mitt, núna 4 á móti 2, mikilvægt að missa þetta ekki frá sér. Eru eitthvað fikra sig áfram inn í rauðaherbyggið. Æsnúsið nær öðrum, ekki með mikið í lífsand, 25. Þeir heyra í honum róteta hérna. Úff, mikilvægt að ná þessu. Tofu, núna myndi örgla. Já, Tix held ég bara með þetta flanki hérna. Eða hvað, snýra við, bomban eftir. Hvernig hún varð eftir þarna skil ég ekki, en kemur. Leit út fyrir að skemmtilegt line-up hérna, en var ekki mikið úr því. Vel spilað hjá Tækniskólanum. Já, náloksins hérna einn rándi ná að hreinsa AK-ana úr liði FSU. Hann líka bara komin á blað og við sáum alltaf farið til 4-0 síðast líka og... Já, akkurat. Og núna sér loksins einn opp koma hérna út. Hún Sveitur Sveppi tekur hann. Þetta verður mikilvægt ránd fyrir Tækniskólan að vinna af því þeir brjóta bankan alveg. Já. Þannig að ef þeir ætla að ná að keðja ykkur rándi hérna, þá þurfa þeir að ná þessu rándi. Sjáum við eitthvað svona meira default plays, 3 rampir 2 í 8 middinni. Æsnúsið MP9 inn í cave. Það er að taka móti ef þeir fara þangað. Lítið að gera sem eins og Æsnúsið nær honum frá lane. Hefur líklega ekki verið að horfa á hann glúb. Tofu ákveður bara að róteta henni gegn T-spáni. Virðist alltaf bara stefna í strángheðalegt B-take. Ágæti staða þarna. Já, Æsnúsi tekur annan. Þetta er það sem við erum að tala um. Hann í sjálfum sér bara algjört powerhouse. Og líka bara duglegur að bíða eftir retake-inu. Hann ekkert að selja sig ódýrt hérna. Bíður bara eftir að vinnin sinni koma inn til að hefja retake-ið. Tix með einn í andlitinu. Nei, nær honum ekki. Já, Gassu með 2, næra 3. Smoke geta bara, einhvern veginn. Þetta er erfitt fyrir Tofu og eins og staðan er núna, þetta bara saga leiksins, the retake hjá FSU. Þeir eru heldur snöggir að róta þetta yfir, við heyra eitthvað óhljóð hinum megin, sko. Já, akkurat. Og Æsnús líka bara svona, eins og bara svona pirrandi mólrætt. Grefur sér bara inn í hennan helli og hann nær honum ekki út. Ég held líka að hann sé að spila þannig að hann er ekki fastur inn í sæti, hann færa báfra hann eins og kallum þetta áður fyrir ruslakallinn. Flakkar á milli og reynir að lesa leikinn og gera það sem hann vil gera. Sem bara held ég það besta sem þeir geta gert með hann í liðinu núna. Hann líklega snær að lesa flæði leiksins tiltölulega vel og veit þá hvar hann á að standa. Við sjáum tactical timeout komið inn á Tækniskólanum. Öllum líkindum verið að reyna að búa til eitthvað gott plan hérna. Já, það er bara liðsfundur. Já, eins og staðinu núna var ég bara til að sjá bara eitt gott arus. Já. Þú sér þá 2 fara rætt niður middina. Ef þeir eru snöggir með kannski sett smoke á donutinn, þá er þetta bara einn maður sem þau þurfa að taka slafið. Já. Hvort ég sé búin að klukka það fyrir famnina á aðeins strax. Já, þú sér líka bara skormunin hjá leikmönnum. Æsnús sem er 10-3, næstu 2 á eftir með 6 og Tækniskólinn 1-5, 1-6, 2. Tix að keyra þetta efstur með 5. Fara og taka miðina, en virðist alltaf vera eitthvað svona A-take. Þetta líkir bara A-split. Einn komir hratt í donutinn. Gat þarna. Sér smókar að koma hérna yfir. Tofu, nær Bergset. Og smókur inn á. Ætlar hann að labba í þessa línu. Nei, molla bara út. Það var mikilvæg molli. Já, þessi molli er líka betra. Maður er ekkert að sjá svona góðar ákvarðanatökur. Fara ekki í píkið, mollan bara út. Og Sveitur þá komin í töluvert erfiða stöðu hérna.
Æsnósi nær einum, núna sjáum við 3 á 3, hérna retake. Æsnósi með annan. Sveittur, nei, þvílík tímastekning. Maður. Þú verður alltaf HK47, tíminn tikkar, en ekki nóg, Petersá nær að taka hann út og annar ránd fyrir Tækniskólan. Mjög vel spilað að taka bara A og stikka það bara. Þetta var óheppilegt pík hérna akkar hjá Sveittum. Mér Bara leið og vasar byssuna þá bara... finnst Tækniskólan alltaf í brasi þegar þeir byrja að ríteka, sko. Það er spurning hvernig þeir spila sem séti, sko. Þetta eru... Ég veit ekki hvað það er. Eru rítekin það góð eða eru Tækniskólinn kannski ekkert alveg nógu vel staðsettir í rítekunum? Sýnist það er að sikta lítið á kóru, sko. Já, er það ekki? Jú. En við sjáum eitthvað hérna halfbæ frá FSU núna. Spila 2 donut í bait setupi. Kassi dregur það inn, Bergsett klárar. Hann fikrar sig hérna áfram Tofu. Ég er örugglega að fara að labba í línuna hérna. Já, sverð kontakt. Hann er búinn að selja eitthvað A-fake hérna. Gassi færi sig. Þess að staðinu núna er þetta bara default. Það er ekkert engin hugmynd þannig sem í bakvið það sem er að gerast. Þeir eru bara svona gákvort að ná einhverju pikkum og reyna mid-round call út frá því. Virðast alltaf fikra sig hérna í 8B-nu. Þeir eru að hoppa hérna upp. Og lítur út fyrir það að Æsnósi ætla að taka mót þessu hérna í cave. Sýnist það Tix með 1, Sorglub nær Nosa. Við galopið. Hann er hérna með retro. Kassi veit á hann með Tofu. Tofu mjög gjarnan bara á hann að stað. Þannig að fyrir annað pikk. Jæja, nær honum, fínt spray, nær að halda stjórninni. Hefði mjög auðvitað að geta farið í smá hauslist þarna, en ákvaðar að resetta sprayið og Bergsett reynir þetta retake. Já, sýnist það bara að halda AK-num, ekki það vitlausasta. Nei, Elistan er bara tilbúinn. Tækniskólinn. Það er 3. rándin í hana. Og við sjáum að peningurinn er ekkert frábær hjá FSU. Þeir þurfa að kaupa á. Þú myndir örugglega sjá 2 MP9 líklegast. Eða já, light armor kannski. Eða bara ekkert util. M4, Það er vort eftir Selisbarland, sko. Já, það er það. En þú veist, fyrir Æsnósi er ekkert að versta heimi að vera bara í cave með MP9 og hún er að mínum að þetta er bara pound for pound besta byssan í leiknum. Hún er ódýr og hún er frábær í close range. Kassi tekur 2. Góð byrjun. En Tix svarar alltaf með að taka Æsnósi úr cave og þá bara 1 eftir á B-nu. Sýnst Tix alltaf bara að reyna að fara í næsta. Smókarnir koma út, util molly. FSU er kannski að gefa FSU full langan tíma til að koma sér. Smókur feila líka, Sorglub nær samt tekinu. Allir lænaður upp. Gerir skaða á alla, þetta var næstu bara 3K. Lítið líf hjá Sorglub og Tix hérna. Já, fellur, Bergsett tekur hann. Næs, gott headshot hann er á línunni. Molly nót til að drepa hann held ég. Smókur kemur út, hann ætla bara að stikka þetta. Hann veit ekkert hvar sprengan er. Ánægður með breytingin í Tækniskólanum. Þeir verðast hafa átt að segja á því að þeir sé í brasi með retakes. Já. Og splittu og þá bara ná pikkum og fara svona sætt. Já. Aftur mikilvægt ránd fyrir Tækniskólan núna. Þetta er bankinn hjá FSU ekkert frábær. Spurning hvort við sjáum eitthvað aðeins hraðara núna. Hugsa gæti alveg tekið bara gott A-röst. Ég held að það sé líklegast bara playið eins og er. Ef við sjáum þetta mid-take, nei. Reyna, henda bara handsprengjum þarna.
eins og sér FSU duglegar að nota mollana sína, molla á öllum stöðum, mitt og B-inu og á A, gerir þetta til að hægja á þessu rössi sem rosa mikilvægt. Rosa mikilvægt. Já, algjörlega, og Bergsett mögulega með frábært og heyril og hlaupa í burtu, hvort hann byrjar bara að lappa í baki á þeim sem hann gerir. Steittur, tekin þreytaður. Þetta að fara að vera rosalegt flank hjá Bergsett, hann snöggur í bakið. En virðist hafa... Nei, nær ekki gera nógu vel úr því, nær einum en... Miðan við stöðuna, ekki nægilega gott kannski. Peters á 1 núna á móti 2. Kasta molla, hittar hann á bombuna, nei. Smókari tekur það bara út, 2 smókar, HK keyrir í hann. Nei, vel gert hjá HK, þurfti að vinna þetta fæt. Staðan 7-3 núna, FSU. Líta vel út í þessum leik. Já. Þeir eru góðir í þessum rítækum og í rauninni hafa alltaf klúðraðum þegar þeir eru allir að taka þessi rítæk. Ef þeir eru að spila 4-4 eða 3-3 í rítæk þá eru þeir bara að vinna þessi fæt, sko. Líka leifa bara tækniskólum að taka sætið og taka svo bara rítækið, þú veist. Já, við erum eiginlega að sjá meiri árangur í tækniskólanum í bara pikkunum, sko. Já. Þá eru þeir, leið og þeir eru komnir í heavy take og execute þá bara hrínur þetta í rítækinu. Hér bara eitt gott B-rush hérna. Já, Tix góður, tekur Nosa út, HK bakka bara baka. Eitt komur í cave hratt í bak líka. Það verður að samloka og bara sýnist mér. Mikilvægt pick hjá Tix, koma núna 2 í cave. Tix verður að gera eitthvað hérna. Gerir það. Ó nei, ok, vel gert. Sorklub, nær að taka hann. Ég held að Tix hafi svona hugmyndum hvað er í gangi hérna. Kassi að labba hringinn, Tix duglegur að færa sig yfir. Akkurat, flott hjá honum, staðan 7-4 og tækniskólinn nær öðru rándi hérna. Þetta bara fyrsta rítæki sem við spilum. Já, þetta var flott ránd fyrir tækniskólinn. Já. Þeir voru mjög flottir og Tix líka risastóri í þessu rándi. Tekur leinið, nær að taka 2 leinið, drepur 3 þarna, síðan í lokin. Les flankið akkurat. Líka bara hafa tekið bara skarið og tekið bara rössið. Já. Þó svo að FSU sé að nota öll þessi utilities, molla og smók, allir saman. Og við erum líka að sjá bara Tix að pari við bara Ice Nosa. Já. Báðum við 13 kill og hann að gera mikið fyrir liðið sitt hérna. Nosi þarf að gera eitthvað hérna. Nær einum, góðum skaða en ekki nægilegt til að stoppa þetta rush. Þeir ná plantið og við sjáum bara sama og vanalega. Þeir komur í bak frá leininu. Sorklub flottur. Nær að stöðva allavega 1 þeirra. HK 47 hérna 1 eftir á móti 2. Þarf að vera stór fyrir liðið sitt núna. Tix hins vegar að fylgjast með honum, beitar vel út fyrir Petersson sem tekur hann svo í liðina. Vel gert, staðan 7-5 og þetta er bara góður hálfleikur. Þeir eru bara komin tilbaka. Já, þetta er bara fínn hálfleikur og ef við sjáum tækniskólann taka pistolránd núna þá er örugglega komið nokkuð... Þá erum við að fyrir leik, sko. Já, þá byrjum við að sjá FSU bara svitna held ég. Þetta er bara búið að vera rosalega skemmtileg viðring. Algjörlega og mínum að þetta hærra level CS sem við sáum í síðustu viku. Töluvert. Þú veist, þeir eru mjög meðvitaðir hvað er í gangi á servernum. Og eins og segir, Tix og Nosi bara með frábæran leik. Já, frábær helmingur fyrir þá 2 og líka bara mikilvægt akkurat að vera með ykkur til að svara Nosa. Já, 100%. Já. En sjáum hérna, 5 bara hægt og rólega bíða á rampinum, keyra upp núna, 2 til að taka móti, en HK tekur fyrsta. Tix hérna, er hann að fara að ná einhverju, fljótur að færa sig yfir. HK, stór hérna með 2, alveg að ná að tengja. Ekki það að þetta hafi verið eitthvað lélegt miða því Elísan, bara kúlurnar voru ekki að lenda. Það er ekkert verið að pirrandi en að gefa
mótherja klippingum með Uspur, sko. Nei, akkurat, hann crouchaði líka, hann ekkjur sig á að vera hátt Gerði og hann allt að miða, en þetta bara ekki að tengja, sko. Gott að nota hérna hjá HK. Það er mikilvægt. Algjörlega, 2 stór killarni í byrjun og gjörsamlega opnar sætið fyrir liðið sitt. Það er líka mikilvægt ránd fyrir FSU að taka, sko. Algjörlega. Sjáum tactical timeout frá, ég gerir ráð fyrir tekniskólunum hérna. Og Ekki bara aðeins að ræða hlutina hvernig vilja stilla þessu upp í counter. Jú, mér finnst það BT, mjög áhugavert að taka, þú veist, það er sjaldan sem fólk tekur sko timeoutinn í pistolrándunum, sko, að því þú vilt yfirleitt taka, konseptið við tactical timeoutin er eiginlega tvennt, akkurat að búa til eitthvað strat til að vinna, en þú ert ekki að fara að gera það með uspum, skilur en þú ert líka svona peppa liðið, þú ert IGL, reyna að fá liðstandan upp í bæránd þar sem þið eru jafnir og hæðstu líkur að vinna, þegar það er ekkert meira til moralizing að lenda í timeout, kall líka gera þetta og sem bara tapar strax í kjölfar, það er alveg oft högg á mentality á liðinu sínu, sko. En síðan veit maður ekki, kannski sagði eitthvað bara, hey, tactical timeout leipur og fær sér Red Bull eða eitthvað, fær sér eitt góðan Oat King bita og... Við erum að vinna með það hérna í stuðinu. Já, algjörlega. Ég reyna svo ég geta sem jatt ekki í mængin, sko. Já, áður en við vitum að því, þá erum við bara búinir með að kassa, hérna, alveg galopið aðstætið. Flott hjá FSU að hafa kallað þetta, en þeir ná honum einum í baki, en á mögulega meina byssu. Er þetta, hvað var þetta, AK? Galil. Nósi bara hérna með alvöru Ferrari pík. Byrja sama aftur, nætt 5, nætt 3 núna. Nósi á Mach 10, þetta var... Já. Þetta er ekkert grín að fá þetta streif. Líka oft erfitt þegar maður er með vopni svo uspu eða jafnvel M4. Að halda svona choki og þú fæði bara þvert bara AT-pík. Já. Þú veist, þú verður að hitta í fyrsta, annars er þú komin í mjög mikið disadvantage, sko. Þessar byssur sem maður getur rönninu gunnaði eru svo mikið... Það geta verið erfiðar, sko. Átti ég viðkynna það, ég tek frekar Mach 10 heldur en MP9 í svona hlaupa á móti mér, sko. Já. MP9 er alveg hræðilega að spila á móti, sko. En vel gert Tofu nært 5 hérna. Frekar hratt, FSU kominir inn á sætið, HK nær ekki að taka Tix alveg of upptíkin af plantinu, sýndist mér. Hann bara leit fram hjá þeim sem var að halda línunni. Núna sveppurinn eftir. Nei, flottir. Tók hann í crossfire hérna. Tækniskólinn. Fyrsta rándið sitt núna í CT helming. Spurning hvort að peppraðin hafi verið fyrir þetta ránd, sko. Já, það er það sem að bara vel gert ef að sá orka hafi haldist í gegnum rándin. Já. Við erum bara að tala um að tækniskólinn er bara með eitthvað alvöru mental fortitude. Algjörlega, þetta er bara, þetta fólk er í jóga á öllum miðvikudögum. Það keyrir hann í gegn Nósi, smá gráður, en Tix, hans erki óvinur á þessum server, lokar á þetta bara. Mjög yfirvegaður. Algjörlega, þetta var bara mjög sannfærandi kill. Og þú myndir örugglega sjá frekar mikið af svona playum frá Nósa, held ég. Það sem að hann er bara eitthvað, ég er bestur á servernum og mun fara hvort ég að reyna að vera fyrstur í entry og þannig. Það getur verið hættulegt og lendir á móti Tix aftur og aftur, sko. Já. Kassi og hann virðist bara að vera að pari við hann, sko. Já, þau ná hérna 5, búin að opna þetta. Ná 3, allt í einu. A-sætið er clear. Hrýnur þetta allt í einu fyrir tækniskólann hérna. Sér engan, ætlaði að reyna á þetta. Eiga eiginlega ekki pening. Spurning hvort að... Þetta er skaði. Þetta er skaði, en ekki nógu gott. Já, hefði kannski viljað sjá yfirvegun hérna frá tækniskólanum að því þú ert að horfa á 2v4 retake, það er smókar uppi, bomban er komin niður. Þannig að jafnvel þótt þú nærð
eftir 20 sekúndur að reynsa sætið þá ætti samt ekki að fara að ná að deffa sko. Og það ertu bara ekki efna á þessu. Nei, af því núna sérðu bara 5-7 P250 og uspur sko. En aftur alveg búin að lesa leikinn hérna FSU hlaupa allir inn á bíð gefins bara og tækniskólinn ríkalega óhefnir í þessu 50-50 kólum. Já. Lenda alltaf megin. Já, en Sorglúb nær einum uspunni. Orðið mjög erfitt hérna fyrir tækniskólan. Jæja, þeir loka þessu rándi hérna staðan 6-11 farið að líta út bara verulega vel út fyrir FSU hérna til að geta lokað þessum leik og þetta bara rándið held ég sem að ræði því. Við erum að tala bæránd frá tækniskólunum og þeir tapað þessu þá þetta alveg vonlaust kaup í kjölfarið. Já, þeir verða að fá einhver pikk þá eða eitthvað svoleiðis sko. Þetta lítur alltaf, þeir eru með bara bakið við vegginn í rauninni. Þetta rosa mikilvægt ránd. Já, mikið utility að fara inn á mittina. Æsnósi hann að fara að lappa í gegn og það að fara að virka. Jæja, en Tækniskóli fljótur að svara fyrir þetta. Ná 3. Ná einum mjög góð. Núna þetta bara Bergsett hérna einn eftir í ellinu. Lappar í línuna hér, nær öðrum flott á tiks. Þú veist ekki við honum Sorglúb og þetta þá 7-11 eða hvað, já. Vel spilað hjá Tækniskólanum, þetta var ránd sem að þeir þurftu að vinna. Já, algjörlega, bankinn hins var mjög góður hjá FSU núna, eiga inni á öllum líkindum 2 bæ. Bergsett með það mikið pening að geta droppat 5 í næsta rándi ef þetta fer á hann á vestaveg. Það er gaman að sjá líka og ef þú tekur eftir því þá allir með frekar góð nývaskinn. Þannig að þetta eru allt frekar allavega miklir CS-spilarar allavega. Það er ekki eins og einhver hafi verið hendt þarna inn á sem átt ekki heima. Vel svarað þarna. Þeir bara hendir eitt í greinu og þeir taka hann út strax. Við veitum náttúrulega líka öll að skinnum bætið í 10%. Algjörlega. Ok, hann teamkillar hann Nósi. Drepur HK á kassi, hérna 1-3, 1-2 núna. Hann fari bara á stikkiplantif, nei hann feikar það, Molli komin út. Núna þetta orðið erfitt. Smókurinn feitar, þú ert ennþá eftir að planta, þú verður eiginlega að labba í eitthvað. En Sorglúb bara tilbúin í þetta. Ekki mikið í boði fyrir kassa þetta, hann þurfti bara að vinna þetta fæt ef hann ætlaði að gera eitthvað með þetta ránd. 8-11 og þeir ætla ekki að láta... Nei, líka bara stórt fórskot getur líka farið í höfuð á þeir sko. Nei, akkurat, þetta er forsa hérna. 2-10, AK, samt tekník, Bergsett ekki að forsa með þeim. Áhugavert. Já, veit ekki alveg hvað er í gangi þar, en þú sér bara hérna B-Rush. Góð greið. Geta þessa handsprengju. Allir lágir samt. Það er ekki mikið líf í heildina, kannski á við 2 leikmenn ánast í öllu liðinu. Kassi lappar hérna í þetta. Æjæjæj. Þetta er mjög óheppilegt ránd. Æsnósi komir hérna í hornið. Það svingir þetta bara. Nei, dreipur fyrir það. Núna þurfum við að sjá eitthvað frá honum. Píler en hann deyr bara og lítið hægt að gera hérna hjá Tofu. Já, þá er það 8 hérna ránd fyrir Tækniskólan og alveg, já, match point. Og við sjáum 3 MP9, 1 degla, 157 og ekki mikið handsprengjur hjá Tækniskólanum til að hæja á
FSU FSU tekur bara AK á alla. Já, Ég lýst það til dæmis svolítið aggressíft play. já. Hvort hann þetta Hann lappar inn í mólan. Þyrfti alveg að vera nálagt helst. Þannig að þetta er að vera tekin í leinarna. Tofu nær eyrum en Kassi svara fyrir það og fara að líta út fyrir að vera mjög erfitt rátt fyrir tekniskólan. Tiggs fær HK hérna, HK hérna eða hvað, heyrir í honum. Veit að þetta er B. Fær AK, 2 inn á B-side. Þriði að kom hann sprengja hérna á Tiggs. Og Peter sá, lappar hérna með honum í retakinu, Ice-Nose er komin nálagt þegar maður lappar í gegnum smókinn fram hjá honum. Þetta er ekki gott. Já. Já. Þetta var góður síðastleikur. Já. Verður að segjast hérna. Og hvað erum við að horfa á? Tiggs með 19, Tofu búinn að ná honum eiginlega alveg í lokin næstu því. Og Ice-Nose 24 og HK 21. Já, þetta var bara flottur leikur og bara mjög tæpur eiginlega bara þar til rétt í lokin. Já. Þá byrjaði maður að sjá akkurat þessi mikilvæga ránd sem að þurftu að vinnast fyrir tekniskólan voru svona að Mér var samt eiginlega bara Tiggs vera MVP þó ég töpuðu sko. hann var flottur. Já. Hann var rosa flottur. Hann var að mínum að til líklegast ástæðin yfir Það var ekki var, 12 sweep sko. Já, hann var mikilvægur í þeim rándum til að íta þeim inn í ego-in og góður í entry-unum og vann eitt mjög gott postplant þarna, hann þríkæði. Þannig hann var klárlega maður leiksins, myndi ég segja, að öllu líkindum. Nósi var flottur líka, bara grönnur. HK var líka mjög flottur. HK var líka mjög flottur. Þetta er alveg, þeir voru þrír allir geggjaðir. Gaman satt að sjá hvað Tiggs var að vega vel upp á móti Nosa. Algjörlega. Þetta var alveg svona... Já, það var bara gott svar við orðin sko. Já, og þú byrjar að sjá meiri svona betri árangur hjá FSU þegar þeir byrja að keyra hraðar. Þeir voru að lenda í vandræðum í pikkunum og síðan þeir byrja að strauja B, það byrjar að sjá aðeins meira árangur, þá svona byrjaði maður að sjá hana víkka þessi munur hérna á milli. Og næst þeir gerir ég ráð fyrir þessi Fortnite, það var einhver tækni örðuleika þar. Þannig að gæti að öllu líkti verið Rocket League eftir á undan, en það kemur þá bara í ljós eftir pásu sem við ætlum bara að taka núna og við sjáum ykkur þá bara fljótlega. 3 ára skamma. Yes.
Jæja, velkomin aftur eftir æsispennandi Counter-Strike leik 13-8 FSU á móti tækniskólanum. Nokkuð samfærandi svona rétt í lokin, annars bara mjög jafn leikur fram að því. Eitthvað sérstaklega sem stóð út úr þessum leik sem ykkur fannst? Miklu betri gæði í þessum leikum síðast. Klálega. Ég alveg saman að því. Já. Bara skemmtilegu leikur og bara ég fílaði hvað var notað mikið utilities. Já, þetta voru klárlega reyndir sérspilarar. Þú sá strákar sem voru allir með hnífa, þannig veit ég það. Já, þannig dæmi ég vel eitt leikmenn. Já, ég byrja á að reikna hvað borgaðir mikið fyrir hnífinn svo það heldur á. Og ég bara, þessi kann að spila sér. Ég keisaði minn, sko. Já, ég keisa 3. Já, jálfurni. Ég keisaði minn og seldan, þannig að ég að keyra á vanilin hníf í úrvalstild. Þannig að... Þú klikkaðir það? Ég fæ mikinn skít fyrir það. Já. Ég smyr brauð þarna á meðan ég að brauðhnífur, sko. Alveg hrikalegt. Þegar ég mætti með karambit þá búin með smjörhnífin eitthvað. Já, þú veist, ég finn bara að ég er 80% lélegri CS heldur en ef ég væri með eitthvað gott skinn, sko. Það er bara þannig. Það segja, það veit allir að þetta er pay to win leikur. Það er bara allt í skinnunum. Mér langar samt að segja mómentið þannig í þessum leik að það hafi ekki verið rushið það sem maður fór á sitt gott sætt og þetta var, óhefni var þvílík hjá. Já, það gerðist tvisvar, sko. Þú lendir í svona 50-50 kolli og það er bara... Þetta er líka vonlaust að lenda í þessu mómenti. Að því þú ert einhvern veginn bara svona, þeir vita allt sem við erum að gera og þú veist, og þetta getur alveg tekið á hugan, sko. Eins og þeir hafið tekið e-mail hvað þeir eru að gera, sko. Algjörlega, en næsta núna er þá Fortnite að fara þetta í gang, bara einfalt format, 3-3, leikmenn Kageyama Tofu fyrir tækniskólan, HK Peponga, VFKN Goggi Gruggari og Súkkulaði Snúður. Þú talaðir að FSU væri með fínt lið, þannig að lítur vel út fyrir FSU stefnandi í leik 2 nú þegar 1-0 yfir hérna og fórum yfir formatið áðan en fyrir ykkur sem voru ekki kannski búin að kíkja inn 3-3, 3 byrja á jörðinni, 3 fljúa inn, það er byggt, þetta er mjög þröngt mapp, skotið mikið og við sjáum þetta alltaf third person viewið þannig að þið bara reynið að einbytta ykkur rosa vel á meðan við erum að horfa á þetta. Gengur mjög hratt fyrir sig. Þetta gengur mjög hratt fyrir sig, þannig að þetta verður ekki jafn langt og Counter-Strike-leikurinn alltaf klálega lengsti leikurinn, sko. Það kæmi mér ekki mikið óvart ef við verðum að fara að sjá aftur 12-0, sko. Nú, þetta er það mikið svona... Ég sko, í Elko-deildinni, við erum með nokkra strákaðarna sem eru bara góðir á heimsmæli hverja, sko. Já. Og þeir ná að stríða þeim þessi 2, sko. Ok, já, þá er þetta... Og fyrir utan það, maður veit ekki hvað sem mörg önnur liðir náttúrulega þurfa að vinga eitthvað leik. Oft þarf þetta að vinga einn af þessum 3 leikjum. Já. Ég veit að ég hef ekki séð hinn 3 nefnin, sko. Nei. Þetta er nefnilega, ég get alveg ímyndað mér að, þú veist, tækniskólan hafi verið bara að leita á húsvörðurinn, kanntu skiljum við, eða að reyna að fá eitthvað gæja sem kann, þú veist, að því þú þarft... Já, þetta er enskukennari, húsvörður og skólamist. Já, stundum það, og þau veit ekkert hvað að gera, heyrnartónlist nú öfugt og þau eru bara eitthvað að reyna að íta okkur að taka. Ég var með svona bolta í húsinni minni þegar ég var að... Akkurat, þessi gamli skólinn, sko. En núna býðum við bara basically eftir að Fortnite spilarnir eru tilbúnir og síðan bara eftir það fyrir við í strángheðlan Rocket League leik. Ég sé bara að því klæjar í puttana fyrir Rocket League. Mér langar bara að sjá leikmennina. Við erum búin að sjá leikmennina núna fyrir bæði Fortnite og bæði fyrir Counter-Strike. Já, strángheðlan vil ekki leyfa okkur að sjá það. Mér langar að vita hverju er að spila. Já. Það er það máli. Forfinni fá ekkert að vita. Það er rétt. Ég held að þetta sé allt gert í þeim tilgangi að pynta þig. Við erum nefnilega búin að kalla tvisar. Hey, please, nenni. Og ég sé alltaf svona hínu herbygginu. Ekki að ræða það. Ekki að ræða það, strákar. Við erum búin að biðja oft núna. Nú hætti við. Já, fyrir ykkur sem eru búin að vera að fylgjast líka með, þá var að tæmast frekar hratt í þessum kingkassa. Já, Jesus. Við erum búin að vera guffi í okkur. Ég er allavega búið með, ekki rétt rúmlega 2/3 af Choco Caramel. Ég myndi klára hann. Ég er búinn. En ætla ekki að gera ykkur það í útsendingunni að vera eitthvað guffa hérna. Þá ekki smá ASMR. En nei, ég held að það eru mjög fáir sem vilja heyra mig smjatti þeirra þeirra. Það var mjög erfitt. Það er ákveðin markaðsókn fyrir það. Ég var að gúffa þetta í mig við séð, sko. Ég ætla að reyna að færa mækinn. Já, reyna það. En við erum alltaf komnir hérna inn í Fortnite. Við sáum Gojo skin. Þetta er fólk með smekk. Veitir þetta ekki hvort þetta sé okkar fólk með Gojo skinni? Þeir poppa þarna yfir, hoppa. Jú, það er eitt Gojo og bara Godzilla jafnvel. Já, láttu ykkur finna gamli, hann veit hvað syngur.
Hver elskar ekki dansandi Godzilla? Það getur ímyndað, bara stórborg New York. Eftir tortímingu. Þeir eru bara komnir inn sýnist mér. Já. Það er bara byggt. Sittur og tæknið, það var virkilega gott edit hjá honum og skotið inn, en Já. kónaði núna. Hann er bara hérna með arkitektúr bókina sína með sér. Reyna að klifra þarna upp. Hann er komið... Ég sé það strax á Simple, hann er mjög góður mekanikli í, Já, en kannski ekki endalega placement-wise þá, ertu að tala um nei, það vantar bara stability í honum. Já. Hann feila á sumi sem hann á ekki verið að feila og svo gerir hann eitthvað geggja næst. Já, ég skil þig. Hann er ekki nóg consistent. Já. En Gojo einfaldlega nær honum bara þannig. Já, 1-0 FSU. vildi ekki taka þátt í þessu. Stökk bara fram af. Já, byrja vel. Byrja FSU. Ná fyrsta, komni núna. Er þetta aldrei sama mappið? Þetta er núna snjór hérna. Þetta er íslenska veðrið. Já. Eins og við fáum ekki nóga snjó. Sjá þetta aftur. Nei, það breytist á 20 mínútur fresti. Já. Tófur næri ekki upp. Nei. Gott takk. Já, nær takkinu, en þeir eru alveg líka með línu á hann hérna. Sko 50% af bardaganum er að vera á undan að komast upp, sko. Akkurat, maður sér það akkurat svona festast, það bildar ykkur fyrir ofan þig og þú lendir ykkur nýja að þurfa að hlaupa út til hlíðar og reyna aftur og síðan edit battle hérna, gott killsand. Já, virkilega. Tekur út Peponga sem er stórt. Já, og líka bara nokkuð sannfærandi líka. Já, hann er að ná þessum skotum hérna að handan við hornin. Það sem erum að sjá er að Tofu er alveg bara... Já, virkilega sterkur. Mjög öflugur. Súkulæðisna er í 1-3. 1-2. Fuck. Þetta var ekki nógu gott. Þetta er þarna niður. Súkulæðisna getur alveg svara þessu, sko. Já, hringurinn orðin reyndar alveg þröngu núna. Ekki mikið rými að vinna með. Leikindin er ekki alveg eins snöggir eins og síðast. Þetta er jafnara. Þetta er miklu jafnara heldur en senast. Til og með að F-áþragnir voru náttúrulega bara, þeir voru að leika sér, sko. Já. En 1-1. Já. Það var náttúrulega bara eins og lest, sko. Bara voru beint yfir þá bara og hætti ekki að keyra, sko. Og þeir við talaði að þeir voru góðir nokkrir hérna hinsónleikara. Þeir eru með nokkra í FH líka þar. Já. Þeir eru strákar sem eru að taka þátt í undankeppni HM, sko. Já, en strax sjáum við FSU og tækniskólinni tætt leiki hérna. Já. Það er alltaf að spilast þannig. Sýnist að vera 2-2. Við sjáum hægari edit hjá henni. Þetta verður Binni. Já. Já, Mjög samt gott, sant? Já. Mér sýnist að vera að spila á controller. Já, er það málið? Já. Nei, held nefnilega ekki. Sjáum við. Hann er allan með Q til að byggja og setu X. Nei, þetta er okkar. Þetta er okkar. Já, þetta verðum að spekta þetta. Já, ok. Já, En jú, þetta er nær controller. góð tækja hana. Brýtur skjöldina. Eitthvað aðeins. Hann er komin í svolítið... Já, þetta er orðið svolítið erfitt þarna fyrir Binni. Já. Það er ekkert að ná að vinna sig upp. Þannig að það er alltaf að loka á hann aftur.
það er bara féluleikur. Já, hann er bara betri ringnum sínist mér. Já. Kemur hann að kýtlar rassinn á honum. Dettur hann? Nei! Þetta var eitthvað. Hann ætlaði bara að taka hann þarna í Droppinu. fallinu, Já. sko. Það er 2-1 Ég fyrir held að- tækni. Já, en ég var að hugsa, hefði það verið nóg til að ná honum? Hann er Ég vil láta hann að á lyklaborðið, þetta er hann að byggja. Þannig að, sér það hérna þegar hann fer viðurinn. Þannig að, Já, Já, þetta er okkar takkar, eða þú veist. Eða hvað? þetta er það, jú. Ég ætla ekki að þvertaka fyrir, eða þú veist, rífast við Þetta eru bændin þeirra sem við sjáum. já. Og svo Já, þetta í- það er rétt. Þetta eru bændin hjá strákunum sem við erum að sjá. Það verður liggur í allan bara. Tóf, nei, hvað? Binni. Hann er bara slagur. Hann ætlar ekki eins og að skríða. Jæja, þeir ganga frá honum bara. Gera okkur greiða, hann við förum á næsta. Goggi Gruggari. Goggi Gruggarinn. Já. Jæja, hvað, 2-2? Já, Ekki? það er 3-1. Það er hvað? Gott takk hjá Gruggarinn. Já, hann er raði á honum. Þeir eru einhvern veginn bara hérna að lítið í gangi eins og er. Hann er bara einhvern veginn lappandi hérna í hægrandi fyrir ofan alla hina. En er ekkert að fá neitt kontakt. Þeir bara verið að skjóta af timbur hérna. Hvernig er þetta, þú veist, þegar með byggingarefni sem þú ert að nota? Þú ert með eitthvað X mikið, en er maður að geyma jafnið fyrir eitthvað mikilvægara eða? Sko, kannski ekki á þessum serveri, nei, en hérna... Það er alltaf klálega í Battle Royale-un, sko. Ég er bara að hugsa, þú veist. Það er bara ef þeir eru verið að skjóta þetta niður. Já, því maður svona sér steina inn á milli og sér timbur og maður svona pæla hvort þeir eru eitthvað að hugsa taktist út í hvort þeir eru að nota. Sko, persónulega myndi ég gera það. Mér sýnist ekki þeir vera að því. Þetta er aðalega, við erum búin að sjá fullt að liði detta niður og deyja þannig. Já, Það er bara því að byggingarefnin eru skotin niður. já, Það er náttúrulega og er að grípa sig. tekur skaða hana, já. Hann er svolítið bara búinn að vera út af við sig, hann Goggi. Já, Finnur sig upp hérna. þannig að maður er ekki að finna slægina. Nei, akkurat. Hann er ekki að finna það, það er að forðast það. Hvort er það? Hann er aktíft að leita sínum fyrir það. Já, akkurat. Súkulega snúið liggur hérna einhvers staðar á neðri hæðinni. Bara slagur, horfur á liðið sitt. Já, þetta er búið að vera svolítið svipum, bara svona stemming yfir þessu. Bíða yfir hringnum. Eiginlega bara bíða eftir að hitt liðið gerir mistök. Já, úi. Eins og ég segi. Sér opnun þarna rétt í lokin, dettur niður og tekur hann. Og þá mætast þeir hérna fyrir miðju. Snöggur að byggja sig upp. Svo er líka mjög mikil til þess að vita hvaða gólf og vegg þú átt. Já, En ég liðið- eiginlega bara gæti ekki sagt þér hver ætti hvaða vegg því ég horfa á þetta. Það er ómögulegt fyrir okkur í svona, sko, en Þeir kannski þurfa bara að muna þeir verða að muna það, því að eins og núna ef hann gleymir að hann eigi ekkert að gólf þarna, Já, getur hinn bara editað það og bara inn. já. Getur ekki editað vegginu en þú átt á. Nei. Er eitthvað alveg galið að vera bara með liti á... Hann er með bláa, hinn er með rauða. Nei, hann er alltaf flottu frækki hérna, hann Goggi. Sýnst þetta verða bara 3-3. Já. Jájá. Já, Ég fél það bara í féluleik þegar að... Já, þetta er allavega ætlar ekki að vera 12-0 sem að Nei. við vorum bara að pæla í.
Tekur samt alvöru skada og fellur hérna. Þetta bara neðist. Hann brýtur svona ákveðna svona óskrifaða reglu. Já, Byrja ekki að skjóta fyrir komin 3 layers upp. Já. Er það eitthvað svona gentleman's agreement eða? Í rauninni sko. Já. Ef þú ert hérna á svona serverum. Já, þú myndir bara sjá mig skjóta leið og ég Já, skjóti grasi. bara. Það engin heiður hér, neitt. Já, 4-3. Hver tækni, mér finnst það ótrúlega. Þeir eru bara miklu öflugir en við heldum. Þetta eru ykkur strákar sem hafa verið á PlayStation 5, spilað Fortnite í 6 ár, fært sig yfir á PC-tölvuna. Núna allavega eru við komin á Binni aftur. Ok, næra bjarga sér þetta, við fallið. Í vatninu! Þú vilt ekki vera að synda núna? Nei. Það er ekki við Þetta er tímið fyrir sundsbrett. Það er kallt og... Já, algjörlega. Fólk með byssur í kringu þig og eitthvað. Hann Binni eitthvað, hefur eitthvað hugmynd að sé ykkur annað. Sko, það er merkilegt líka hvað þeir vita hvað fólk er. Er þetta ekki bara mestmengnis ljóðið það? Jú. Þú ert að nota? Sko þeir sjá indicators af fólk í hvað áttur þeir eru og... Nei, akkurat. Hringurinn kominn hérna. Tekur smá skada á hannum. Þessi súpa. Stekka armorinn. Já, er ekkert ekki máli að reyna að brjóta vegginn þér og bara etja þetta inn á hann? Jú. Gera það þarna. Og Peponga fellur. Binni og Tófu saman hérna eftir. Það er að ná honum upp. Já. Það er ekkert annað. Líttu á því það sem þú byggir sem rauninni bara sem fastegn. Já, ég vissi ekki að síðast Legendary Symbol væri Fortnite hérna. Jú, hann er í tekniskólanum sko. Já. Kom hérna á transfer og fór í Fortnite. Hann er í skiptinámi. Já. How the great have fallen. Við viljum náttúrulega meina að þetta sé bara upp á við. Já. Já. Hætta þessu ESL-rugli beint í frís. Nei, akkurat, en maður sér að það er engin overtime eða neitt í þessu. Bara hringurinn færist, hann bara fyrir á X-level og færist síðan. Það getur bara farið í hérna, hann getur lokast alveg og þá fer það bara í heal-off. Þú ert að segja orð sem ég skil ekki, sko. Heal-off eða með bara heals á þér. Já, heal-off. Já. Akkurat, ég vissi alltaf tíma þetta fyrir áhverjum. Ég vissi það, ég heyrði Já. það. Já. Það er 5-3 tækn. Já, akkurat. Þú hélst að þínir strákar væri með þetta? Já, ég. Já, ég og Steingrímur sögðu allan tíman að tekniskólinn voru að fara að rúlla þessu. Það er bara... Já. Framtíðarsýn okkar að kannski vera aðeins betri. Væri nú bara spennandi upp á að fara bara 1-1 inn í Rocket League, sko. Já, klálega. Og farið þig akkurat að sjá bara hverjir loksins er að spila leikinn. Já. Ég er bara ennþá bara hugfanginn hérna af byggingatækninni og hraðanum sem þeir eru að sýna hérna. Þetta er bara ótrúlegt, sko. Fyrir svona gamla menn eins og okkur, náttúrulega, hjá okkur er svona 1 veggur á klukkutíma. Það er nær því. Skilja það. Ég meina, ég hef reynt að búa til 1 ramp það sem ég kann. Svona skotramp. Þú veist að það er að kíkja yfir, það var eina sem ég gerði. Sá eitthvað, gerði lítinn ramp. Þetta er hinum minn við. En ég komst að því erfiðu leiðina, þetta er skil sem þú virkilega þarft að viðhalda, sko. Já, það kemur alls ekki á óvart. Já, þetta er mjög mechanical heavy leikur, myndi ég segja. Aimið kannski minna. Svona relatively, þú veist, það er ekkert mikið recoil og mestmegnis svona haglabissurnar náttúrulega í þessum gunfightum. Allavega í svona close quarters. Já, þau eru komin í akkurat þessu. Og líka þá þarft að vera, þú veist, byggja ekki einendan og skjóta á 0-1, sko. Þá er miðið þar. Þarft að vera mjög gott þar.
Sko, það sem ég held að myndi gera þetta svona ennþá skemmtilega að horfa á væri líka ef þeir myndum eyða fyrstu 5 tímundar að safna timbri til að byggja. Já. Svona timbur. Og finna fiskur. Já. Svona lumbering, svona simulator áður en við förum inn í hvert einasta ránd. Já. Ég sé að Steingrímur er ekki sáttur, hann hristir hausinn, ekki alveg til í það. Þá erum við á nætuvætt sko. Algjörlega. Þá fær ég nú sannlega bara að lýsa Rocket League í fyrramálið, en Já. Þú ert svo spenntur fyrir því að þú myndir bíða. Já, reyndar. Wow. Hann eitthvað... Gott flank þarna. Já. Godzilla fellur líka... Hvað erum við, 5-4? Já. Þessu ætlar ekki að tapa svona auðvitað. Ég segi auðvitað, þetta er búið að vera eitt mest intense Fortnite leikur sem ég séð. Ekki séð marga, en séð 2. Já, en þetta er klálega uppið. Já, þetta er top tip. Hinn var náttúrulega bara sweep líka sko. Já, algjörlega. Við höfum gaman, strákar, við höfum gaman. Já. Pongafellur hérna. Já, þetta var flott. Kíkti niður gluggan. Goggi reynir að flýja, hann er lokaður af með vegnum. Þú að horfa á súkulasnúin hérna núna. Já. Þeir á honum. Ég hef séð hann vinna svona sko. Já. Ekki jinx hann strax, hérna minn. Geða hann smá séns. Eitthvað reyna að lækka hæðirna sínar. Þetta er náttúrulega Gojo, sko. Líka ákveðin... Hvað sagður? Þetta er Gojo. Skinni sem hann notar. Já. Ég gerir ráð fyrir að þú ert ekki mikið anime-fan þá. Ég veist það að ég þótt ekki ljótt eða? Nei, Gojo er svona aðalkallinn í animenu Jujutsu Kaisen. Ódrepandi. Mér sýnst Er hann það það ekki. í þessu leik? Ekki hafa Æ. áhyggjur á mínu manni. Jæ. Já, ok, jú, þú maður hafa peina áhyggjur. Hvað erum við, 6-4? Já, það ekki. Alltaf gerast. Gojo kominn inn í battle, Tofu. Vinnur hérna. Er hann að gera rappinn sem ég kann að gera? Svo er það reynda þeng í Fortnite senunni að breytum nafn reglulega til þess að gera mér og Óla lífið erfitt. Já, þú veist náttúrulega hver óskrifa reglun er með Nick, að þú ert búinn að vera lélugur 5 leiki í röð. Þá breytur við. Þá breytur það því þú vilt að engin mun eftir þér. Já. Og það er allir bara, hann er svo lélugur, sem kemur nýtt nafn og allir bara, vá, hann er góður. Hver Hver er þetta? nýji gæi sem hefur aldrei komið inn í senuna þér? Þetta var rosalega mikið þannig hjá mér þegar ég var í Counter-Strike þegar ég var krakki. 10 ára að spila Counter-Strike fór á Public, var góður, ég kann næs, sem átti ég 6 leikja sem ég var lélugur. Þá var hann vissur að hitti ég kattana. Aggressíft play hérna á móti Tofu. Já, klippur hennu upp. Það er svolítið að leita af þeim. Það heyrist lítið. Það verðist þurfa bara að vera að kjurra eitthvað. Nei, hann nú eitthvað verið að hlaupa Það þarna. var núna. Ég held að þetta sé hérna liðsfélaga hans. Það eru náttúrulega 2 komnir. Lífguð eitt við, hann er hann fastur í horninu. Já. Það er 7-4 tæklu, eða hvað? 6-4? 7-4? 7-4. 7-4. Tækniskólinn eins og er einfallega bara betri. Já. Spila þetta mjög vel. Já, klálega. Hvað er þetta Tofu-gæi? Sér hvað hann er snöggur aðeins. Hann er líka rosalega snöggur að rotate á milli. Já, þetta minnir mér svolítið á mig því ég er að spila Fortnite. Hann er... Já, ég fara það. Bara þetta er þetta þú eða? Þetta með Á fjastungur. svint bara hérna. Sér það er panað á mig og sér á mig. Jú. Það er alveg góð ástæði ég spila bara Zero Build, sko. Ó, pinnar er hann fastur. Ykkur skaða. Það reyna að koma sér út. Já, 20 í líf. Klálega, farið sér eina samlöku. Það var fiskurinn maður.
Diskurinn. Hann ennþá innit. Það 8-4 tæknum, veist það galið. Já, kannski eru þeir bara betri í þessu formati. Já. Það þetta náttúrulega ekkert sama format þeir eru vanið, sko. Þannig að við verum að tala eitthvað hnífafæt hérna í einhverju húsasundi, þá eru þeir bara klárlega með þetta. Já. Þeir eru bestir í Hamburgborginni. Já, við hérna... Tofu hérna svolítið inni króaður, en... Ekki mjög viðeigandi að Tofu sé líka alltaf að borða fisk og eitthvað og... Já, það sko þessi vegan fiskur. Konir inn í húsin hérna sem eru nú þegar og hérna... Og fyrir þetta nú verða svolítið hérna erfitt. Já... Frekar neðarlega en þeir eru búin að vera áður. Já. Mér finnst þetta að vera að banna, sko. Hann hvað að fara inn í húsið og... Ég að spila á kallarnu, þetta alltaf buildfight, sko. Já, kannski þurfti bara að koma til klósettið. Já. Eða opna kistuna sem er þarna. Já, það eru náttúrulega kistur. Það kista þarna. Við erum ekki búin að sjá neitt leikmann held ég opna þessar kistur, er það? Við erum ekki búin að sjá það, en það geti hafa gerst. Já. Þetta hérna... Það rætónfíkir. En þá einhverju á lífi hérna finn í Simple. Við erum hérna í náður fellan þarna. Ponga fellur. Já, klárar hann af. Núna einn eftir það ekki. Þeir hérna reyn. Ó, hann skýtur vinn sig niður. Já, það var ekki mjög virðulegt. Nei. Ég held að hann vilji bara taka þetta 1v1. Já. Byrjar að reyna að skjóta niður. Simple kominn. Já, hann er að taka skaða. Já, vel gert. 9-4. Þetta er búið að vera mjög sannfærandi núna síðustu ránd. Þetta er ekki bara 5 ránd í röð eða meira? Jú, það ekki. 5 eða 6 jáfnvel. Já, þeir... Já. Það er alveg að leysera hann þarna. En Binni... Maður er í rauninni ekkert búin að ná almennilega að sjá hver að gera mestu vinnuna. Binni er búin að gera mestu skaðan og maður mestu fellunum, eða killunum sé ég. Það er svona yfirvegar sem að spila bara nokkur rólegur. Já. Já, sem glitta í lappir þarna, nær skotið á þær. Það var ekki mikið lífið hann á bakvið hann að vegg. Editar inn á hann. Nei, vel gert. Ég var mjög erfitt með að meta Binni. Já. Því að í öðrum playum er það geggjuplay og svo gera algjörlega... Ég er nefnilega, sko, því ég er að horfa á editina, svo líka hann er ekki besti editorinn, sko. En ef þú berð hann saman við Tofu til dæmis, í edit, það er Tofu klálega betri í að edita. En hann klálega með mesta skaðan og flestu killin, alveg með 6 fleiri killin næstu maður. 10-4 hérna fyrir Tiny-skólanum. Þetta stefnir bara að þeir jafni viðrögnina. Já, og Peponga aftur fallinn. Mikilvægt að ná þessum skotum inn á milli þegar verið er að byggja, sko. Já, akkurat er þetta. Þetta er svo... Þetta er svo mikið nákvæmni. Það er það sem maður er að segja, sko. Já, akkurat sér þetta. Nákvæmlega. Hvernig þeir sjá, þú veist, þessi glufur til að ná þessu einu skoti þarna á milli. Þá er það bara einn eftir, væntanlega hjá FSU núna. Á móti 3. Núna er bara að vera að germa að hann Tofu fellur eitthvað þar. Flott. Staðan er 11-4. Match point fyrir Tæknó hérna. Þetta er að fara... Þetta er bara reverse hérna comeback. Já. Ætlar að stefna í 1-1 leik nema að FSU gjörsamlega missi boltar hérna.
sé það nú ekki gerast með því hvernig þeir eru að spila. Tæknó? Nei. Nei, en hefði sér ná simpúli hann út. Já. Sem fyrir byrjar aðeins betur fyrir þá. Nærðan þessu skotið hana, nei. Brann fyrir að hann hittar. Hvernig hittar hann þessu? Næ, þessu skoti hérna. Einn eftir. Og það er ekki að láta skoða augun í þessum gæjum. Þetta er bara human reflex það. Úff. Binni hérna 1 móti 3. Þetta verður erfitt. Já, það held ég. Ó, næst skotið hana. Nei. Pepponga tekur hann út. Loksins eftir ykkur 8 ronds eða eitthvað. Ég var hérna síðasta málindag með einum aðeins besta í Fortnite-landinu. Já. Og hann talar um að þetta sé allt bara soundcues. Hann veit að hann heyrir þetta ákveðið, þá er hann að skjóta. Já, ok. Er hann liðublaka? Það verður bara svona sónar til að... Já, í rauninni, þetta er bara, hann heyrir þetta hljóð, þá veit hann að það gerir þetta. Það er svona einhver Daredevil, hérna... Ég nefnilega... Þetta er bara muscle memory á öðru leveli, sko. Algjörlega. Þau voru búin að taka simulatorinn 100.000 ronda eða eitthvað. Já. Og náttúrulega byrjar að fá bara eitthvað svona aðra víkt á leiknum. En Pepponga tekur Tofu. Skot í bakki hana. Náðu ekki að reloada. Godzilla. Við erum ekki búin að sjá hérna ímóta á hvern annan hérna, en 11-6. Já. Come back. Yeah! Þetta er allt að gerast. FSU farnir að sína lit í þessum leik núna. Ég ætla ekki að tapa þessu þeginn þarna. Nei, bara snöggir að taka út fyrsta. Var þetta kannski allt bara planað? Gera þetta spennandi, setja þetta á matchpoint og reverse sweepars. Já, hérna hér. Fáum við kistuofnin eða? Við viljum vita hvað er í þessu. Já. Það er bara meira efni. Ok. Þetta var anti-climatic, verðum að segjast. Ég vildi sjá RPG þarna eða eitthvað, sko. Já, akkurat, það er bara skriðdreka eða eitthvað. Hyrlu. Já, ég geif mig mína skriðdreka ekki kistum, sko. Æ. Hvað, við skal taka mikið pláss. Já, ég er að segja það. Það skal setja í kistu. Já. Kistan er svo lítil, skilur. Það er skaðan í hliðina. Kokki Grugari. Þarf að hörfa hérna. Það hleypur fyrir lífsitt. Gaman að sjá líka hvað þeir eru snöggir að hérna rotata í kringum mappið bara... Hittir ekki skotinu. Já, Kokki er ekki að hitta. Nei, jú, hann. Hann hlaut að koma að því. Allt þetta þrenntir, hittir í 3. Já, það er lítið um að vera núna þessi bara að drekka. Ég held að það sé líka bara einn eftir á móti. Jú. Hann skauta niður. Finnur hann. Þetta er rólega verið að reyna að snjá honum niður úr skíunum. Nei. Það er bara komið tilbaka. Já, 11-7. Ég veit ekki, það negið sig þarna. Sýnir bara heiðurinn sem þessi leikmenn hafa. Og núna maður sjá aðeins meira púður. Já, Pepponga fallin hérna, Tofu tekur hann út. Já, er Þetta er búin að vera í bras. þetta tækifæri fyrir tækni hérna? Pepponga. Veitu, já, fellir simpul núna 2-2. Ég held að Tekniskóli vilja bara lúka þessu hér ef þeir geta. Já, nær Vinni út. Og þá er þetta einn eftir. Þarf að vera stór fyrir liðið sitt hérna.
erfitt að gera sér mat úr þessu sko. Já, þetta byrjar að vera mjög erfitt þegar við erum með 2 leikmenn alveg að Já, akkurat eins og þú sérð, það er bara búið að loka hann inni. Hann er líka orðinn lár. Já. Ó, það er ekki skotinu. Jú, vel gert. Ætlu átt að Þeir eru bara komið alvöru comeback. Já. Það er ekkert verið að grínast hérna. Og neyja sig aftur. Alltaf verið að neyja sig. Jæja. Reyna að fara að ná að klára þessu. Hvað gengur hér á? Það er 2. Aha! Já. Goggi er búin að vera á eldi bara sístu 5 rándir sko. Já, algjörlega. Hann ætlar ekki að leyfa þess að fara svona. Það var bara stefni í 11-9. Þetta er orðið óþægilega nálagt fyrir tækniskólan. Ói! Já, verður bara þarna niður í kallið minn. Þetta var svona, herri, sett þú núna aðeins niður, vinur. Já, það gera nóg. Já. Ó, klárar hann. Það reynir það allavega. Nær því. Tofu er held ég bara að falla hér eða ekki mikið í líf. Fæði svona örlega tíma til þess að híla sko. Já, ef hann er með góða oatmeal þá fyrir hann í fullt HP. Það er bara 475 HP. Skjöldurinn hann tekinn á honum held ég. Það er þess vegna sem oatmeal er ekki leik nú, það er alltaf mikið HP. Já. Já, ná Tofu hana 11-9 núna. Og FSU að nálgast tækniskólan hægt og rólega. Sýnist Binni bara að hafa sofnað á verðinum, hann var að gera svo mikið á hann. Já. Horfum núna súkkulaðisnúðinn. Alveg að fara að ná honum hann að... Það var líka með svo FSU bara til að hitna aðeins. Já, Simple, maður er búinn að sjá Simple vera grípinn svolítið með buxurnar á hælunum. Já. Nokkrar umferðir í röðu núna. Það veit ekki 2-2 hérna eftir eða ekki? Jú. Já, þetta er ágættiskaðið hana. En Goggi var feldur hins vegar. Já. Vont að missa hann. Og núna er spurning hvort að liðið er að fylla það tómarum sem það skilur eftir sig. Já. Komin hérna fyrir ofan þá allavega. Með hægróndið. Ég get bara heyrt hann segja It's over Anakin. I've got the high ground. Duga það til. Kemur í ljós. Já, hann sér í lappirnar þarna. Búinn að finna einn. Lítið að vera. Þeir eru bara... Það faraði bara í fyrirleikin. Já. Komið svolítið þarna. Það voru ekki alltaf mikið byggingarefni eftir líka. Já, en það er ykkur hasar í gangi hérna. Er þetta að fara að vera rándið? Peponga fellur. Súkkulaðisnúður verður að vinna hérna fyrir liðið sitt. Annars er þetta bara búið. Tekur hann að skaða. Já. Reyna að loka hann inni. Hann verður að byggja sig upp úr þessu. Já. Hann er bara 40 járn eftir líka. Hann hættir að geta byggja fljótlega sko. Reynir að brjóta hérna. En ég held að hann sé byrjar að svitna almennilega núna. Eftir mjög stutta tíma hættir hann að geta hreyft sig. Spurning hvort að þeir viti að því. 20 eftir 10. Og hann er búinn. Hann er á tómum tank. Já, þetta er búið. Og það lokar Binni staðan 12-9 fyrir tækniskólanum. Og setur þetta í 1-1 fyrir okkur. Þeir ætla að gera þetta spennandi. Já. Við vorum
ekki nú ánægð með clean sweep í senustu viku. Núna 1-1. Þú veist, ég ætlaði að segja, þú veist, sannfærandi, en alls ekki sannfærandi. Nei, þetta voru bara Þetta var bara svo tvískipt. rosa. Já, þetta var bara eitt lið, Það var bara svo hérna- eitt lið. Þetta var bara svona gekk svolítið fram og tilbaka Já. í því og held akkurat að með liðsson eins og tekniskóla voru bara mikið betri þarna á tímabili og síðan allt í hennu hættu þeir að vera mikið Svo bara betri. hittnuðu FSU og Já, algjörlega og kannski byrjuð að aðlagast leikstílnum hjá kannski Já, jú. mögulega. En svo fengur tækniskóli hann bara pikk og þá kom þetta. Já, algjörlega. Náðu þannig að Það verður svo erfitt þegar þetta er orðin svona 1-3, 1-2, Já. 2-2 og svo, þú veist, Akkurat. skiptir svo miklu máli. Já, snúðurinn síðan í loka rondinu rennur hann út af byggingarefni og hvað ætlar þá að gera? Hringurinn byrjar að íta þér út og þú getur ekki út rátt til að flýja, sko. Oft líka 2-3 í þessu er alveg ekkert stórmál, sko. Nei. 1 og 2 er rosa erfið, sko. Já, akkurat. Þið er bara eitt þetta báður í kringum þig og lókaði inni og síðan ertu bara akkurat, þú er bara bráð. sitting duck, sko. Algjörlega, þetta var bara flott. 1-1, lokaleikurinn okkar þá á eftir til að ráða úrslitum í Rocket League. Steingrímur, ég sé brósið vera svona myndast hægt og rólega, þannig að er hann ekkert eðlilega spenntur fyrir Rocket League og þið munum fá frábæra lýsingu frá honum ef hvernig sá leikur fer og kannski mögulega fá við það eftir pásu, leikmenn og Það væri gaman. það væri gaman, eða ekki, það kemur ekkert á óvart að þeir ætla bara að láta ykkur fara blint inn í þetta en þá er það bara þannig, we go on the fly. Já. Ok, tökum stuttu pásu, sjáum ykkur hérna eftir rétt rúmar 5 mínútur, gruna mig, eða Ekki 15. 13, 11, 12, 9, 5, 3, 4, 5 Fimm. mínútur, sjáum ykkur eftir 5 mínútur, ok, takk fyrir okkur.
eftir æsispennandi Fortnite leik og skemmtilegt FSU velur Fortnite, tapa Fortnite, Tekniskólinn velur CS, tapa Tapar CS því. og eins og við fórum yfir áðan, þetta náttúrulega liðin sem voru í úrslitum á frís í fyrra og þetta gæti ekki verið meira tæft. Þetta náttúrulega grötsmat, sko. Já, og síðan núna eru Rocket League að fara í gang, bæði liðin nánast með identical lið í ILO sem er bara stígum með, þú veist, röngum eða hvað sem maður segir. Þau getur fengið að sjá line-upin eða? Örugglega ekki. Ekki séns. Nei. En þá náttúrulega núna bara mjög mikilvægt að því liður sem tapar þessum leik náttúrulega fellur bara algjörlega úr keppni eftir bara mánaðar mót hérna, nokkra mánaða væntanlega og Tekniskólinn væntanlega vill fá hefnd. Alveg 100% sko. Já, hefndi þetta og það sýndu mikinn lit allavega í Fortnite-leiknum, vinna þetta 9 eða ekki hérna Jú. Í lokum. Ég held að Tekno sé núna bara að þenja bílarna, sko. Algjörlega, eru bara inn á server og eru bara Reiðir, sko. Algjörlega. Hvernig er þetta, þú veist, eins og með Rocket League, er maður eitthvað, þú veist, maður sé alltaf CS-spilar í hítu upp alltaf fyrir leiki og eitthvað hannig, ert þú bara eitthvað að spóla í hringi og hérna halda bolta eða eitthvað? Ég fer yfirleitt bara í training sko. Já. Og bara fer Það aðeins í free play og hérna eða í einhver æfingar og held mér raunin bara aðeins svona fingrónum heitum sko. Já, akkurat, bara fá hérna Þarna við fáum hérna upp Þarna erum við að tala um í Tekniskólanum eins og Daxi, mjög sterkur leikmaður. Já. Tásur, Karamellgæinn, ég kannast svona minnst við Tásur og Karamellgæinn en ég veit að Daxi er rosalega sterkur. Ok. Í FSU erum við að vinna með Gato, Dabbi Kaldi, Kristján og Cybertruck. Fun fact að ég hef spilað með Gato, þannig að veit að hann er rosalega sterkur. Í liði þá eða? Já. Áhugavert. Og Í fyrstu deild. Við verðum að bera hann til að mér saman á móti Gato og hann að Daxa. Ég veit hann er vinuðinn, látt hann heyra. Hann var bara eitthvað svona, ég vill ekki fá liðan tölvupósta eftir. Það var bara messenger, sko. Já. Það er þetta að segja. Já. Það Daxi sé betur en ég. Já, ég myndi setja Daxa. Já, ég sá það á þér, ég veit ekki hvað þú spurði. Ég bara vildi setja á punktinn, sko. Takk fyrir það. Já. Þetta er bara búið núna, sko. Missir einn vin hérna eftir þessa útsendingu. Þetta er unfollow á Instagram, sko. Já, það kemur að því að meta hæfni með leikmanna. Já. Þetta er mjög viðkvæmt umræðefni fyrir marga. Þetta gæti verið rosalega skemmtileg leikur, þannig að þetta verður kannski bara þriðji leikur í rauninni. Já, ég segi mörgæs hérna, ég veit ekki hvað hún veldur mér huggun. Við þurfum að fara að rukka í yfirvinnu bara. Já, þú kemur heim með mér. Herru, ég var nú með þessa síðast, sko. Ja, það máli. Þess að kom svona lúin eitthvað. Já. Hún var ekki grátandi því ég fekk hana. Loksins kom með bros. Já. Það var svo erfið. Já, en annars held ég að leikmennir eru bara að fara að vera tilbúinir fljótlega í Rocket League og þetta er bara sama format og áður fyrir ykkur sem hafa ekki hort á Rocket League. Þá er þetta bolti, 3 bílar og það er bara skorimark, basically eins og fótbolti, nema með fullt af kúnstum, fljúandi hlutum, dekk, nitro og stundum sprengingum. Og við erum komin í fyrsta leik. Það eru Dabbi Kaldi, Gato og Kristján á móti Birki Frey, Daxa og Tásum og Daxi er hérna strax búinn að skora. Þetta kannski að fara að setja pínu hérna tónin fyrir leikinn af því að Daxi er rosalega sterkur leikmaður. Ætla hann hafi heyrt í þér? Hann bara ætla að sína hann hvað ég get. Já, pottþétt sko. 1-0 hérna fyrir Tekniskólanum og Gato hérna nær sendingunni fyrir. Þar er Kristján og þeir eru strax búin að jafna. Alvöru hérna. Já, ekki lengi að svara þessu. Gato hefur selina heyrt í mig líka. Okay. Já, það er þetta er svona face-off hérna. Þetta er svolítið þannig sko. Og kick-off. Bara stoppar hann á punktinum. Gott 50-50 kick-off en Tekniskólinn vinnur þetta í rauninni. Gato þarf að setja hann upp. Birkir á lítið boost, þannig að Tásur þarf að taka á móti þessu. Fer upp vegginn. Vel gert hjá Gato. Setur hann upp en þar er Birkir Dabbi Kaldi í loftinu og Gato hérna nær hann skotinu. Já! Já. FSU með góða byrjun. FSU hérna.
strax orðin svona meiri hasar. Já. Bara leið og leikurinn byrjar, 3 mörk komin bara innan við, 30 sekundur, 33. Rétt rúmar 30 sekundur búnar og það strax orðið 2-1. Þetta bara æsi spennandi og við viljum hafa þetta svona. Birkir Kristján, nær honum yfir Daxa og Birkir rétt með sér á hann, þá kemur Dabbi kaldi og Daxi með frábæra vörslu. Birkir þarf að sitja út, það bara Kristján. Fer upp vegginn, Birkir nær, ekki góður í snertingu, Daxi á lítið búst, setur hann hátt í loftið. Það Gato tilbúin á veggnum, gerir þetta vel. Birkir setur hann fyrir og það Tás. Tásutan hitta ekki. Ekki segja maðurinn. Daxi upp hotnið, þar bara Dabbi. Birkir setur hann á veggnum. Kristján út. Daxi með gott skot. Þetta vel gert hjá Gato. Hann að verja þetta. Birkir með klemmu við vegginn. Næs sendingunni og þetta sjálfsmarkaða. Þetta ostakaka eins og við segjum í bransanum. Ostakaka? Sjálfsmark, ostakaka. Já. Já. Þetta hefur verið frábært markað en verið í hinu liðinu. Hvað, var þetta? Nei, þetta var sennilega ekki ostakaka. Ég held að þetta var bara mjög gott mark, sko. Já, ok. Sýndist hann hafa backflippað inn í hann, en ég var ekki fyrir kontaktinni, svo gæti alveg svo sem alveg verið. Birkir Daxi vinnur þetta og Dabbi þarf að verja Tásur á móti Dabba. Gato hitt hann hvorir. Kristján setur hann upp. Birkir missir á honum. Þá kemur Gato með gott skot. Daxi þarf að setja hann út. Dabbi nær ekki 50 á móti Daxa. Gato í loftinu. En Birkir hefur betur. Og vinnur 50 á móti Kristjáni. Hvar Daxi núna? Fer illa með Gato Feik þarna. Tásur setur hann hátt í loft fyrir Birki en Kristján á undan. Gato næs snertingunni. Kristján fyrir loftið en Daxi með gott 50. Birkir setur hann hátt. Þetta góð fyrirgjöf. Gato setur hann hátt á móti. Þar bara enginn. Kristján reynir að framlengja boltan. Tásur, Kristján fær hann aftur. Daxi setur hann fram. Rétt rúmar 2 mínútur eftir og enda bara 2-2. Svona bæði lið svolítið að þreifa fyrir sér. Kristján og Birkir missir á honum. Það Gato með skotið og Daxi þarf að verja. Dabbi setur hann niður. Þá kemur Daxi og setur hann fram en það bara Kristján en Daxi fyrir. Nær 100 bústi á miðinni, nær kannski að búa sér til eitthvað en Dabbi mættur, mjög vel gert Tásur fer fram hjá Kristjáni á lítið búst, þar bara Gato sem setur hann í vegginn. Nær hann annari snertingu, já. Daxi gerir þá slíkt sama fyrir hinum megin, reynir að búa sér til sókn en Dabbi Birkir. Rosalega jafn leikur núna, bæði lið svolítið svona að þreifa fyrir sér og reyna að búa til færi en gefa voða lítið færi á sér. Gato reynir. Daxi kemur hann frá. Góða stjórn á boltanum. Tásur verið í hann og vinnur þetta. Það enginn í markinu svo staðan núna. Já, tækniskólinn kominn yfir. Mjög vel spila hjá tækniskólanum. Og Birkir með mjög gott skot. Já, þetta samfærandi. 3-2 fyrir tækniskólan, rétt rúm mínúta eftir og FSU þarf að jafna Gott kick-off hjá Birki. Kristján hálfvandralegur á boltanum. Daxi setur hann hátt en Kristján nær hann hinn í snertingunni, já. Já, vel gert. Setur hann yfir. Heldur áfram, fer fram hjá öðrum. Nær boltan aftur, góð klemma Þetta. Gato í veggnum. Fær hann aftur í sig. Kristján reynir skotið. Nær annari snertingu og þar Dabbi kaldi en Birkir nær að verja þetta. Vel gert hjá honum, 35 sekundur eftir núna. FSU þarf að skora núna. Já, eitt gott demo hana. Dabbi fer fram hjá einum, fer hann fram hjá Birki, nei. Kristján þarf að taka vel á boltanum, vel gerir og Daxi
kemur Gató. Setur hann í vegginn, þar Birkir og Dabbi hérna í loftinu. Ó, reynir þetta. Reynir og nær hérna fyrir fram hjá þeim nokkrum. Tásur hérna. Daxi setur hann hátt upp, 4 sekúndur eftir. Boltinn má ekki detta niður núna. Já, flott hjá tækniskólanum hérna. Staðan 3-2. Þetta er jafnt. Þetta er rosalega tæft. Þetta er rosalega jafnt. Þetta er bara allir leikmenn þarna inn á að gera það sem er að vera að gera. Tækniskólinn rétt nær yfir núna í fyrsta leik. Sjáum hérna 2 mörk hjá Birki og 1 á Daxa, 1 á Gató og 1 á Kristján. Tásur hérna með 3 tortimingar og Daxi og Birkir hérna með sitt hvora, Kristján með 1. Já, Dabbi líka með 5 skot, það er mest, hann er ekki að loka færunum. Hann er ekki að ná að nýta færin, alls ekki. Þeir áttu miklu fyrir skot FSU heldur en hérna en tækniskólinn segi það svo sem að þá eru hérna tækniskólinn með 7 skot og hérna FSU með 10. Já, sér líka Daxi mjög mikilvægri vörninni líka hjá tækniskólanum með 5 vörslur. Já, mjög gífurlega mikilvægt. Og við förum í leik 2. Ef að tækniskólinn vinnur þetta þá ná þeir að sópa FSU og taka viðregnina 2-1. Nú þurfa FSU og þetta getur næstu því bara orðið mark hérna. Já. Kristján situr í hornið, Birkir missir á honum. Kristján á lítið búst en kemst framhjá. Daxi hérna. Og Dabbi. Daxi nær hann að hoppa í þetta. Já. Kemur með sendinguna fyrir. Tásur nær því ekki. Kristján hérna í loftinu. Þetta var næstu bara inn í það ekki. Gató hérna. Ef hann hefði á annars snertingu þá þetta mögulega geta verið inni. Birkir hérna. Setur hann niður. Dabbi hérna með skemmtilegan bolta. Daxi, Tásur. Kristján hérna með gott skot. Og Birkir þarf að verja. Kristján setur hann fyrir. Það er Gató sem að fer illa með hérna en Dabbi var ekki tilbúinn. Þá kemst tækniskólinn hérna í sókn. Birkir hérna í loftinu. Reynir að búi sér eitthvað til. Nær hann tvísmöllunni. Það var ekkert annað. Kemur Daxi hérna en Dabbi les þetta mættur, mjög vel gert hérna. Þá kemur Birkir en Kristján hérna og Dabbi nær snertingunni. Tásur setur hann niður, það er bara Gató sem setur hann í vegginn en Birkir nær snertingunni. Dabbi setur hann út á Kristján sem að nær sendingunni. Daxi á lítið búst, nær snertingunni. Gató hérna truflaður, Dabbi og Birkir hérna með réttur maður á réttum stað. Gató tekur hann niður fyrir Kristján. Þá kemur Daxi hérna með lúmskot og þetta dettur að sláni. Tásur hérna og Kristján hérna rétt nær boltanum, fer fram hjá einum og Daxi nær að trufla hann og hvorki Birkir né Gató ná boltanum. Dabbi hérna en Daxi er mættur. Tásur hérna Með fyrir, já. en Kristján er mættur og þá kemur bara Birkir og þetta er sláinn stöngin út en Daxi fylgir á eftir. Tækniskólinn nær hérna fyrsta markinu í seinni leiknum. FSU er í bara vandræði með að koma boltanum frá. Tækniskólinn liggur hérna í sókn. Það þarf að losa pressuna aðeins meira. 1-0 fyrir tækniskólanum. Núna er pressan algjörlega á FSU. 100%. Dabbi hérna og Kristján bara klemman hérna saman. Birkir hittir ekki boltan, þá kemur Gató. Og Daxi hérna með góða snertingu en Kristján mætir vel. Þá kemur Dabbi og Tásur á móti Gató. Það er ekki miklu þarna. Dabbi á smá búst hérna og Kristján. Nei, boltinn skýtur fyrir fram á markið. Skýtur fram á markið, þeir jafna! Er þetta alltaf þessu spennandi 1-1 núna í leik 2. Hvernig náði hann þessu af bakveggnum? Já, þetta var vel gert. Ha?
1-1 hérna og vonarneisti FSU kviknar á ný. Kristján hérna hátt upp í loftið og Gato nær ekki í sendingunni. Þá kemur Tásur hérna. Kristján tekur góða stjórn á boltanum, reynir að setja fram hjá Tásunum, það kemur Dabbi. Ágætis 50, Gato hérna. Daxi vinnur vel. Kristján reynir skotið. Það eru bara Tásur. Þetta nafnallar af. Þetta, já. Gato hérna og Birkir. Ríkilegt að vinna hluti vil og koma bara Tásur eitthvað staðar. Þólið ekki. Kristján hérna og Tásur. Daxi hérna í loftinu og fyrir fram hjá Dabba. Kristján og Gato hérna, Gato gerir vel, Birkir, en Gato hefur betur í þessu. Slástu boltan Svolítið þéttir saman. Dabbi hérna og Kristján og það er Daxi og þetta er næstu því mark hérna. Dabbi setur hann hátt í loftið, þar eru bara Tásur. Dabbi. Og Birkir skorar. Já, Tásundar eru í loftinu og tækniskólinn 2-1. Birkir hérna með gott kick-off, þá kemur Kristján og Daxi hérna út í horninu. Gott 50 hérna. Heldur áfram á smá búst hérna, fyrir fram hjá einum, fyrir fram hjá tveimur, nær hann að nýta þetta. Nei, Dabbi hérna og Kristján í loftinu, þar eru bara Tásur. Og Tásur setur boltan yfir, þar er Dabbi. Og Dabbi hérna, vel gert og jafnar! Já, þetta er ekki lengi að fá að haldast í yfirtölu. Mjög vel gert hérna. Ekki ef Tásundar hafa eitthvað að segja. Nei. Ég hlátur hér. Staðan hérna 2-2, þvílíkur leikur, þvílíkt kvöld sem við erum búin að hafa hérna. Og Tásur í stöngina! Ná. Ég get þetta ekki. Ég get þetta ekki. Dabbi setur hann hérna. Birkir hérna í loftinu, þá kemur Gato hérna með mjög góða snertingu, Dabbi og Birkir setur hann fyrir. Kristján hérna, þá kemur Daxi, það er enginn í markinu! Nei, Og Daxi er sennilega að klára þetta fyrir tækniskólann! Wow. Ég trúi þess ekki! Þetta var rosalegt. 4 sekúndur til að vinna með. FSU þarf að galdra eitthvað hérna. Þetta er brekka. Wow. Gott kick-off hérna, hann má ekki detta niður boltinn. Hann má ekki detta niður, sem er sennilega að fara að gera. Dabbi heldur lífi í honum. Kristján hérna missir á honum. Ó nei, hann er hérna. Gato setur hann fyrir, það er enginn. Birkir setur hann hátt. Og Dabbi heldur lífi í þessu. Birkir inn að setja fyrir. Kristján upp í loftin. Næsti maður. Og Dabbi hérna, já. En Já. Tækniskólinn tækniskólinn tekur þetta. vinnur FSU. Þeir fá Það mátti það ekki vera. Þeir fá hefnd fyrir það í fyrra. Slá hérna út erkióvinni sína. Já, þetta var rosalegt markið. Þvílíkur leikur. Já, bara allt. Allir leikinir. Þrennan. Geggjað. Tásurnar. Tásurnar. Klárlega maður leiksins. Já. Tásur, bara takk fyrir að vera með. Hvort er þetta ógeðslega fyndið eða bara galsi í okkur? Ég veit það ekki. Bæði sennilega bara. Já, líklega bæði. Þetta var mjög erfitt. Ég reyndi að halda kúlunana og sem var ég byrjaði svona... Svo splagst þú, Já, þá springi ég. já, þetta var... Það náðu við þér í smá stund líka, sko. Já. Já, ég misti feysið þarna í split second, sko, en Þetta var þvílíkur rosalega leikur. jafnt. Þetta var rosalega jaft. Fór ekki báðið 3-2? Jú, hei. Jú. Og Daxi sýndi bara mikla reynslu greinlega að loka þess að alveg í lokin, tók þetta bara á sig, náði flottu marki til að loka leiknum hérna 2-0 og
Við þökkum bara FSU fyrir. Já, klálega, þeir voru mjög flottir og eiginlega bara synd að sjá detta út svona snemma í mótinu. Þeir voru sterkir í öllum 3 leikur. Það er klálega, og bæðiliðin, þetta er alveg, ég held að tekniskóli sé Þetta var einhver jafnasta viðrit sem ég sé allavega. Já, klálega, af öllum leikjunum sem, já, klálega, hinga til, þetta búið að vera tæpasta. Og bara til hamingju tækniskóli. Já, til hamingju með að komast áfram, til hamingju með hefndina og það var slegið út þá sem slóðu ykkur út í fyrra. Í úrslitum. Í akkurat. Þannig að núna taka þeir bara kindilinn áfram og reyna úrslitin. 2 times champ, sko. Já, ekki lengur. Hver er 2 times champ? Tekno. Þeir búin að vinna prís, sko. Við erum með svona encyclopedia með okkur. Wikipedia fyrir ekki, hann bara mani þetta. Við feysum mér þegar ég mætti ynga á hann, sko. Hlaut að vera. Þeir sem ég er aldrei neitt. Nei, þú mætti líka svo seint. Reyndar rétt, ég var seinna í dag, ég var örlítið seinna í stúdíu. En það er bara eins og það er, þú veist, það var umferð og eitthvað. Þannig lítur þetta svona út. Tekniskólinn með þá sigur hérna núna og mæta þá F á 2. apríl, næst sjá við ME á móti FG næsta miðvikudag og síðan FB á móti FVA miðvikudaginn eftir það. Og þið sjá væntanlega þá að úrslitin verða þá 16. apríl, þannig að við búumst við æsispennandi leik þá og jafnvel líka næsta miðvikudag. Þetta eru lið sem eru mjög nálægt hvor öðrum í síti, þannig að öllum líkindum er það alltaf að fara að vera skemmtilegustu leikirnir. Allavega í 8 liða, það verður tæft, saman núna sít 4 móti sít 5 og það var náttúrulega bara eins tæft og verður. Já, þetta er bara eins tæft og verður og bara, í rauninni langar mig bara að þakka tekniskólanum FSU fyrir þetta geggjaða sjónvarpsefni, bara klálega og lítið annað sem hægt er að segja hérna hjá okkur í kvöld. Glæsilegt kvöld og bara mjög vel spilað bara hjá báðum liðum, það er eiginlega bara að segja. Bara takk fyrir okkur, takk fyrir Tásur og við kveðjum ykkur í kvöld. Takk fyrir. Gefum við svona Tásu 500 búnir eða? Já, þeir eru að bíða.